Þetta rosalegt. So we can jump off it. So it's loose before. So I just fall on it and it goes with me. It's not like I try to push it. Æja, það verið að reka kallinn út. Það verið að reka. Já, þú varst að fara í nýtt hótel. Og þú líka. Ekki verið að reka þig líka? Ég veit ekki, ég þarf ekki að vera þessi innfyrir hérna sem er það mesti fíli grísi Já. sem á aðeins hitt. Hann hatar ekki rúrikun. En hvað fyrst það? Þú ert að vera að reka á hótelinu? Þetta ekki bara vitleysa? Það veist það mig sko. Ég líka var að reka því. Já, Jói gerði þetta. Hvað gerir þú? Við verðum bara áfram á hótelinu að vera að reka það út. Við erum búin 1 dag. 1. Við erum að finna núna út í hvernig er að taka styttuna. Hinn styttan leit svona út og efri hlutin er onni. Það er að taka alla stytturnar í burtu maður. Alla stytturnar farnar. Excuse me. Hello. Hello. How tall are you? Just 2 tall. Okay. Can we go rock, paper, scissors? Rock, paper, scissors. Crazy hands. Ha. You're crazy. You're camera. Varst þú búinn að borga eða? Þú ert ekki að grínast. Hvað Þú segirðu? ert að borga hér. Já, við erum komið nýtt koncept sem var að byrja í dag sem heitir Express Parking. Þetta er 3,90 klukkutíminn. Herðu, þá er ég farin. Ha? Þá er ég farin. Já, varst að leggja? Ég var að leggja hérna. Einmitt, hvað er bílliðin? Við getum alveg skoðað málið, sko. Já, ég ætla ekki að borga hérna að fara. Varst ekki fann að borga? Þetta á að vera komin í heimabanka núna? Ertu ekki að grínast? Nei, þetta er ógeðslega leiðilegt. Mér finnst eiginlega, ég fíla eiginlega Herðu, ég ætla ekki að borga núna. Ég fíla eiginlega ekki vinnuna mína. Fer bara núna. Ég hata eiginlega vinnuna mína, sko. Mér finnst það svo leiðilegt, sko. Ég þarf að vera að rukka fólk hérna. Það er ekki búið að auglýsa. Ég var settur í þetta, ég fjall í háskólanáminu. Nei, látt ekki. Nei, ég er ekki að grínast. Þetta er ógeðslega leiðileg vinna fyrir mig og ég er með þessi gleraugu sem eru... Þetta er svo leiðilegt. Þetta er hérna Express Parking, við erum hérna, þetta er nýtt forritunarkerfi frá dulkóðana forritinu HTLM. Þetta er mjög leiðilegt. Ég fíla eiginlega vinna mín að vera að gera þetta, sko. Ef við ekki bara sleppa þér, eða? Jú. Er það ekki, það? Ég lendi í sig því ég fór hérna í Hörpuna. Já. Ég borgaði 5.700. Ég segi, ég ætla aldrei að fara á stæði þar sem er eitthvað að rukka þeim. Og veistu hvað? Ég held að þetta veri ekki. Veistu hvað, ég er svo sammálaður og þetta er líka falin myndavél. Er það? Já, þetta er falin myndavél hana. Fyrirgefðu. Ég er ekkert frá Express Parking, þetta er bara við strákarnir að grínast. Já, frábært. Er þetta ekki fyndið koncept hjá okkur? Jú, mjög fyndið. Fáum við ekki leyfið þitt? Ég spyr alltaf leyfi. Yndislegt. Það er knús. Já. Ég er ekki frá Express Parking og það er yndislegan dag. Excuse me, what book are you reading? Oh, okay. I'm very much Harry Potter fan. Oh, okay. I love Harry Potter, like these things and yeah. I don't like Harry Potter. Oh, okay. I love Harry Potter. It's my favorite. like the elder ones and Oh, okay. yeah. But you're not reading Harry Potter. No, sorry. Oh, okay. I love it. Yeah. See you. Bye. Yeah, bye. Bye. Yeah. Hey! Yeah. Yeah. This was a cool job. Yes. Yeah. Do you have any more dances? Like. Yeah. What about?
Við ætlum að fara að setja hátalara í töskuna og Jóa feit og við setjum moaning sounds og hann mun róðna og pissi í sig held ég. Jói. Hvað varst að sko í síma? Jói, þetta er ekki. Jói tók þess að þetta sprengja og kasta. Hann panikar, hann tók þess að kasta þér í burtu þess að hann myndi gera eitthvað með þetta. I have 16 euros. Yes. Do you want to get it or double it and give it to the next person? The next person. Next person. Okay, so next person gets 32. Thank you. Will you get like 32 euros or double it and give it to the next person? Double it, give it to the next person. Double it. Double it. Okay, so you double it. Yeah, double it, give it to the next person. Eru ykkur í 64 eurur? 60 euros or double it and give it to the next person. For me. For you? Okay, it's yours. I promise. I promise. Do you want a hug? It's yours. I promise. Bro is motivational. What's your name? Carla. Carla. Yes. Where are you from? España. España. En Valencia. Okay. It's yours. Just do anything you want to it. It's crazy. Enjoy the night. Okay. Thank you. De hårdtøjer, det får de danske. Do you not snakke dansk? No. No. Nej, jeg er Norge, tror jeg. Nej. Sorry. Ej, jeg har ikke. Ej, jeg har ikke. Jeg snakker dansk. Du snakker dansk. Dansk. Do you know how forskellige det har i røde? Det er røde, ty. Det er forskellige til venstre. Nej, dansk er ingenting. I don't know. Oh, okay. Forskellig. Du ganger faktisk 20 år. What? Ej, jo. Jeg har en vision, ja. Do you speak English? Nej, dansk. Jeg snakker dansk. Du snakker dansk? Nej. Ej. Skide. Jaren har så fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. I sitten spil med sig den spil. Det køtter for den har den til. Hurra, hurra, hurra. Nej, det er forskelligt. Det er højde. De snakker dansk. Igen? De snakker dansk. Nej. Du er der kan ikke bo i. Nej. Ej, det er så hårdt. Ej, sådan. Hvad? De snakker dansk. Nej. Nej. Hurra, hurra, hurra. Hvað var hann að gera? Þetta var ræð. Spurðu hann hvort þú megi koma inn í smá spjall og ertu veðlur. Það er þetta frekar slæmt við, má ég koma inn eða? Okkur. Það er bara, ertu ekki að sjá veðrið eða það er frekar smá blöytir í tærna, kroksanir og þú veist. Ég er bara ætlað að taka það smá með þér og... Spurðu hvort þú megi koma inn í 5 mínútur. Þú veist, má ég koma inn eða? Ha? Já, komið að ha, það er bara... Hvað, ertu með Rögnu eða? Má pabbi heima eða eitthvað? Já. Okay. How do you like my muscles? Good. Good. A lot of people just order Uber. Muscles. Can you flex? Crazy bastard. Ah! Dat is misschien wat mee oordelen. Ben je Nederland? In Titeren.
passa þig. Það voru eitthvað á. Vittu nú hægur. Taktu gardin af. Taktu gardin af. Hvað er að taka hana? Já. Má ég sjá það? Nei! Jú, Aron, má ég sjá það? Nei! Rólega. Þú eru ekki að taka allt hár af mér? Svona, kemur það. Okkur er þetta hlægja hann á viðbjóðarinn. Er það að grínast það? Ok, ég er að fíla þetta. Ekki hliðina, ekki Má ég hliðina. aftan á, skiljur? Ekki hliðina. Ok. Er ykkur að taka vídeo þessu fyrsta lagi fyrir grammið eða? Nei. Takk ógeðin ykkur. Þetta er, ég er að fá 50 stig. Guð mig góður maður. Jó. Dríðu þetta bara af, þetta er bara Það er óþægilegt. flottu gardin. Dríðu þetta bara af. Ekki hliðina. Viva MS, yes. Viva MS, þetta er hræðilegt. Það er áfragak. Já. Kjetil, will you marry me? No. Oh my god. Wow. Já. Ég er fólki núna og ég ætla að láta svo ég þekki þig og ég þekki þig náttúrulega ekki neitt. Hæ. Langt síðan síðast maður. Já. Gaman að sjá þig. Hvað er að frétta? Hvað segir? Það er bara svona. Nei, þú erum upp á Þessu? Já. Ertu að ruggla? Nei, farðu, my friend is stuck. I need help! Please. Sorry. I'm stuck here. Can you help me? Yeah. Sorry, I was stuck. I was trying to get water and stomach medicine. There's water? Yeah. Stomach medicine. Yeah. Thank you. Because I'm farting. Ég er ekki að djóka að ég segi það. Þetta er eitt áhugavert sem ég gert og það er fólkið þau horfðu svona á mig. Brjáluð og... Do you have happy hunting? You see Oh, here? herri. You see here? Yeah. Have or no have? Oh. What do talking like this? You know? No, I was just asking. You can see, after you can see and thinking what I working, you know? Oh, sorry. It's okay, It's no good, problem, because but it's for not me, good my for business. You don't to talking talk like like this. this. Oh. Okay? It's not good for Okay. me. Yeah. So Okay. it's not. Yeah. We are have Me just working? only for massage. Oh, no In happy. menu. Now. Happy, no. But because you need for happy ending, you can see another place, not Okay. here. Okay. Sorry, guys. There's no problem. I'm a silly bastard. Okay, no problem. Okay? Okay, guys. Happy hunting. Start with you, my friend. Your name was? Johnny. Johnny. I read in your mind. When does my card? Eight of heart. Let me see. No, I was right. Eight of heart. Come on. Go. Okay. Have a seat. Come on. It's my show today. Tomorrow come to your show. Okay.
rugglaður? Kastaður Hvað? Hvað ertu að gera? Damn! Ok, við erum að fara í rosalega fótboltaþátt núna. Velkomin í streymið. Herðu, velkomin í kvöld. Við erum mætt í streymið. Ég er að fara að fá til mín 5 veika stuðningsmenn frá öllum Top 6 liðunum. Ég mætti með Snickersboltan sem er styrktaraðal í streymisins í kvöld. Við erum konum með Snickers inn, sem er náttúrulega bara dæmið sem að þarf í klefana í ensku ef að Liverpool ætlar að vinna í ár, sem ég náttúrulega tel augljóslega sé að fara að gerast. Og já, við erum með sturlaðan þátt í kvöld og það verður farið yfir deildina sem er að byrja núna á föstudaginn held ég. Ég held að Coventry sé að fara að mæta Arsenal. Og já, þetta er það er að rúlla inn og ég held að sé bara þetta var rosalegur þáttur. Ég er svo passionate, ég hef svo mikla trú á ensku úrvalsdeildinni núna og það er svo gaman að vera að koma með alla frá sínum liðum og endilega þið viljið, þið með alltaf senda hérna inn og koma með spurningar og reyna að koma með hita hérna. Það er einu sem við viljum hitin og það verður ekki erfitt að fá hita núna í kvöld því þetta er allt bara stuðningsmenn frá öllum liðunum og við erum bara að rífast og það er konur 100 á YouTubeið og ef þið eru á TikTok að horfa, ég mæli mig að koma á YouTube og já, ég held að sé bara ekkert annað en má ég sjá, ég ætla að setja hérna Premier League Anthem. Já, það er komið að þættinum og sælir drengir. Ég ætla að fá leikmennina inn. Gefið gott klapp! Let's go! Hey, hey,
Já, hérna komaður. Æ. Ég ætla að passa mig að vera ekki fyrir samt, sko. Bara orðljóta treyja, er þetta? Veist þú sittum að þú ferði svona? Já, þetta er þetta viðbjóðslega treyja. Þetta er ásenda treyja. Þetta er þetta. Custom made, baby. Þetta er að vera svona veikur þáttur, horfið bara svo. Þetta er hræðilegt, sko. Þetta er rosa. Oh my god, maður. Bara velkomnir eða eitthvað. Ég er ekki formlegur þáttarstjórnandi, ég er ekki Gísli Marteinn, en ef ekki bara fara hratt yfir bara hverju konur. Theodór Ingi, hann æfir fótbolta með öðrum flokki Fylki. Nei, þú ert í meistaraflokk. Segðu bara frá þér, kannski smá bara. Hvað er ég að segja? Bara út í Fylki og... Ég er rannsóknarstuðningsmaður, Theodór Ingi. Já, það sést alveg, það vita það flestir. Þú spila... Já, ég spila fyrir Fylki. Einu og veikur þú mæta með trefil. Já. Það var enginn það. Þetta var hann gott input, sko. Það var að fela logoð á búningnum, skilur við. Þú ert líka með Býta árunum fyrir manni, hvað er það? Þú ert líka með hræðilegast leikmann deildarinn aftan á. Hver er þetta? Matu Eke. Mesti næstu við leikmaður í heimi. Hann æfið sem er snappbak, sko. Mara Birnir er hann að skjóta þarna á. Ég veit að, ég ætla að fara í chati, ég ætla að klára yfir hérna, ok? Þetta er Theodór Ingi, fótboltaleikmaður, Fylki í öðrum flokk. Baltikur, tónlistarmaður. Hvað sé kallinn? Ég geggjað. Þú ert Tottenham-maður. Einn af fáu. Akkur slærið þú? Það er engin Tottenham. Já, það er engin. Það er engin heilbrigður. Tottenham. Já. Theodór Ingi. Það er rétt. Þetta byrja vel. Gammal Tottenham-Ingi. Þeir eðlilegi gauðar. Tveir slagar veikir menn. Nei, ok, það er bara Ég respekt. ekki mest fyrir þetta í kvöld. Hvað sér þið? Ég tek mest fyrir þetta og rönd fóðum eitthvað þetta. Síðan er það Ísak Logi, Chelsea maður, handboltamaður, mikill. Hvað segir Ísak? Bara fínlegur. Þarft þú ekki að fá snikka sér klefan af stjörnunu eða? Já, bara sem fyrst, sko. Það ekki það? Fyrir ólisteildina? Já. Hvernig heldur þetta að fara núna? Heldur það að vera góður eða? Já, við verðum bara top 3, sko. Já, næs maður. Nei. Langt í frá. Hvernig langt hún F á, sko. Gústi byrjar að tjá sig, F-fóingurinn. Hvað er það? Erum við í handbólt? Já, ok. Ef við sleppa því? Þá fyrir menn að slást. Já, fara menn að slást, en ok, við þurfum líka að passa hvað við segjum, sko. Gleymum því ekki, það er F á Stjarnan í fyrsta leiksamt í úrstildinni. Er það? Já, mögulega Aron verið mættið þar. Það er bara alls ekki, ég er í afturhendingu. Ég er alltaf komið í Stjörnuna, ég var lélegasti leikmaður í heimi, getum alveg haft það á hreinu, sko. Það var bara svo það er. En já, Gústi, komin í FH til hamingju með það. Ok, fyrir. Hvernig líður þér? Mér líður mjög vel. Það ekki? Jú. Mættur í hennan unga hóp í rauninni? Já, ég blandaði við reynslu. Í blandaði reynslu? Yes sir, maður. Kemur ákveðin kraftur. Þú ert með rosalega hendi, sko. Ég man í gamla þetta á öllum mótum. Þú varst alltaf eitt sem varst eitthvað að dribbla og gera eitthvað svona snúninga og eitthvað. Það gleymir samt að þú varst einn allra besti handboltamaður 2006 á Er það ekki? Actually, þú og Hrafn Guðmunds. Myndirðu segja það? Þetta er ógeðslega. Já, Það er að stoppa svona mikið. Þeir vita við. Einabaldur markmaður var að spurja mig aðeins og ég bara svona, jú, reyndar, ég var alveg einn af bestu, sko. Hvað er að gerast? Mjög góður. Já, takk fyrir það. Og sér Gautið maður, þetta er erfitt að vera síðastur. En hann er City maður, vill ekki verið minn Gautið? Það er allar með umpa hérna. Gautið er svo líka í Stjörnunni. Með Ísaki, við vorum allir saman, við kynntumst þar. Og fórum saman til Spánar sem var mjög gaman. Já. Þar vorum við síðastur á klubnum, allir horfum við þrý. Alltaf síðastur. Ég skemmtum okkur. En herru, förum við í chatið, þið með endilega vera duglega að senda inn ef þið viljið kveikið smá hita. Maran Birnir spyr, hver er City maður? Jésús. Shit, hvað var lélegur á maður. Shit! Atvarsnes. Já. Tís! Er ekki hæglega ykkur það? 1-0. Jú, það er fínt að gefa Arsenal einhvern veginn svona þykistum titill. Skjöldin. Þetta er ekki titill, þetta er skjöld. Mikka mús. Jólaskjöldur. Þetta er titill. Það skiptir Nei, ekki. þetta er ekki titill. Þetta er ekki titill. Líklega í 5 já. Getur þú nefnt með síðustu 5 sigurvegar að koma undir síld? Já. Hvað er það? Arsenal. Já. Crystal Palace. Man City. Nei, gísk. Ég stjórn gísk. Og Man City. Nei, gísk. Ég er ekki að fífla. Þessi síðustu 3 voru rétt, en svo tóktu eitthvað gísk. Já, Crystal Palace er rétt. Arsenal, Crystal Palace, City. Arsenal. Tjekkið á þessu. Man City 3 voru. Tjekkið á þessu. Ég var bara að reyna að stilla Gautið, sko. Það er bara bræður ef við vinnum ekki, sko, þannig að það lítur okkur.
Þið voru alveg til háboruna skammar þetta. Þetta var hræðilegt. Það vantaði Rodri. Maresca þarf eitthvað að rífa sig í gang. Já, það vantaði og svo náttúrulega með ekki gleyma því að þeir eru náttúrulega bara að pröfa eitthvað aðeins fyrir fyrsta leik í alvöru deildinni. Akkur ekki með flugveldasýningar í Google Community Shield hérna með Arsenal logoinu. Er þetta ekki að grína? Má ekki á. Það gera það. Herðu, Teddi er langur veikastur, hann vita það allir. En ok, við erum búin að fara yfir hérna hverju eru konur í þáttinn og það sem við ætlum að fara að gera í dag. Ég er búin að skrifa hérna, ég ætla að byrja að fara yfir bara transfergluggann hjá liðunum. Svo ég ætla að fara yfir bara hvernig við höldum að deildir fari. Við ætlum að fara í compared line-up, sjá okkar liðum. Svo bara öll þessi lið. Voru ekki allir búin að gera það? Já, ég gera það líka. Ég ætla að gera það í beinni. Og síðan ætla ég bara að fara yfir hverju eru bestu leikmennir. Og já, hann að við kannski bara dembum okkur í fyrsta liðin sem er bara transfergluggun og byrjum bara á þér og þínum mönnum, Arsenal. Við þetta bara lítur vel út frá okkur. Já, þetta lítur vel út, ok. Bruno Guimaraes. Já, það er eini gæðin sem er kominn. Tissoli sem... Er það að fara yfir gluggann á Arsenal? Já, við erum að fara yfir gluggann á Arsenal. Og síðan erum við með Tissoli sem var að leika sér að vörn sitt í dag. Hver er það? Svo sorgar saga þessi gluggi á Arsenal í ár. Hver er það? Hvað sagði? Tissolis. Hver er það? 40 goals and assist í 37 leikjum í belgísku deildinni í fyrra. Hvað er það að gera? Belgísku deildinni? Er það Aron hér? Með síðustu winners community shield sko. Arsenal vann 23 sko. Hann gleymur sjálfur Gamli, gleymur því. Þetta mesti ChatGPT Arsenal-fan sem ég veit um. Herðu þetta. 40 assist, þú veist, augljóslega búin að vera ChatGPT. En það vantar vinstri kantmann, augljóslega hana. Nei. Jú, þetta er ekki... Nú lagði tvö mörk í dag vinstri kantarinn okkar. Lagði upp. Þetta var bara... Svo er Saka bara góður leikir sem skiptir ekki máli. Já. Eins og í leiknum hana. Nei. Jú. Stabilasti. Klára vinstri kantinn. Ætlaði að treysta á hann Jólasson hana? Já. Ok. Hann vittlýsing. Og Gabriel Martinelli? Þetta losa hann? Já, sem er bara backup leikmaður. Og ætlaði að hafa Viktor hana frammi? Nú erum við Kai Havertz í dag sem sett hann. Gott að rótera. Kai Havertz er þetta klottsleikmaður, hann er ekki góður á allt sísonið. Nei, alls ekki. En þetta er ekki nógu góðu gluggi fyrir Arsenal. Nei, þetta er sorglegur gluggi sérstaklega þegar þeir voru að vinna deildina og voru í úrslitum meistardeildanna. Ég er ósammála. Maður býst við ykkur bombu. Þeir verða það feska eitthvað upp. Ég veit það. Losuðu Trossard. Besti leikmaður Arsenal. Besti leikmaður Arsenal í fyrra, fannst mér. Ég held þetta sé... Og ég held líka núna að þeir séu orðið sattir. Ég held ekki orðið pínu sattir. Þeir voru að bíða eftir fyrir deild. Tottenham var að gera sér líklega. Já, alveg getum farið yfir gluggan hjá okkur. Já, ok. Það er alltaf hægt að fara yfir Tottenham. En Arsenal, Bruno Guimaraes, já, eins og stann núna, þá er ég sáttur með gluggan. Ok, þú ert sáttur með gluggan. Þessi Konsa í viðbót og... Látt ekki eins og myndir ekki vilja fá fucking vinstri kantmann. En Bruno Guimaraes er þetta ekki bara sturslað. Hvað segirðu? Já, væntingarnar. Já, ég er sáttur með þetta. Eins og myndir ekki vilja fá vinstri kantmann, eða? Þetta er Stonis, það veit enginn hvað þetta drasl er, sko. Hann var heppinn hann út á hann fekk hann á ennið þarna fremst. Þetta er ekki verið að haga þér eins og kjáni, skilur. Einn Hafsend og nú erum við góður. En þið sáu það bara í dag, Kristján Moskjöra. Haaland sá ekki til sólar. Hvað sagði hann? Haaland sá ekki til sólar. Nei, hann líka spila leikina sem skiptir máli. Já, þeir vinna alltaf eitthvað svona community shit. Já, þeir með Arsenal með að vinna þetta, minn vegna. Það gaman að spáni þegar Arsenal tapar. Það er ekki að grína. Það er bara eitthvað besta kvöld lífsmíns. Gaur, Gabriel Skæjan. Vá, maður, ég bara þetta. Og bless. Nei, sko, ég hef aldrei verið af góður í lífið mínu. En er þetta bara kvöld í kvöld? Nei, alls ekki. En þetta var bara líka rosalega gott fyrir fótboltan. 100%. Arsenal, já, fótboltin vann þetta, Nei, það gerði hann ekki. Afburðan mikla kvöld, hvað var þetta, í Budapest? Já, ég meina, ég er að sjá svo stemningu það. Já. Adam var þetta ekki sótt við þetta, sko. Sérðu þetta? Getur ekki hort á þetta? Ef við ekki taka upp hérna fyrstu vítaspilna, þetta er PSG. Ekki að setja hann upp fyrir chati? Jú, megum við sjá. Við þurfum að sjá þetta, við erum að fagna upp á það. Ég hef nefnilega ekki séð það. Ég fagna upp á þetta á mánuða fresti, sko. Nei, hann steig bara upp og... Já, sett hann yfir. Besti liður í heimi. Ég var líka svo lélir sem verið, því að þú varst bara vendinga saman, það var bara... Þetta var skam. Það var ekki eins þessi það líka. Jú, ég sjá það fram. Já, það var eitthvað svona, bara þegar hann lappa á... Besti leikmaður var Manchester. Já. Í dag? Nei, ég var nú að heyra það að þið eru að fara að losa hann.
Aha. Hann Já, vill þeirra koma... besta leikmann Nei, núna. United er að láta sér dæma. Hann vill koma með leikustdraumana, hann er búinn að segja það. Nei. Hann hefur engan áhuga á Já, meina. Hann vill Hann er aldrei búinn koma að með segja leikustdraumana. það, hann hefur engan áhuga. Heyrðu, hann kemur. Nei. Ég lofa þér. Nei. Jú. En Vaneri, hann er síðan líklegast að fara núna. Já, það er bara aðeins meiri reynslu og Nei, hann er koma sér aðeins inn í ætla reynslu. Er hann ekki að fara? Og þá getur hann farið í þetta stóru lið hjá Arsenal og passa aðeins inn í hópinn okkar. Þið eru ekki að lána hann, sko, þið eru að selja þetta, ekki? Nennir að kynna þér áður en að tala. Þið eru ekki að lána hann, þið eru að selja hann, sko. Þú veist ekki neitt. Sko, þetta má okkur einhver staðar reynslu. En ok, við skulum ekki vera að ráðast þetta, ok, Tottenham klukkin, þið eru búin að vera rosalegir. Já, bara 200 milljónir í Þeir eru að taka Þetta er afgangsleik. vægast sagt bara heimsklassa gluggi. 200 milljónir í Matheus Já, Fernandes og Tonali. Báðir heimsklassa miðjumir Matheus Fernandes, er hann ekki búinn að falla sístu 20 ára í eftirdeildinni? Jú, en fengu svo Van Hekke líka sem er náttúrulega. Þú hann á 85 miljónir. Þetta er galið. Tonali og 100, sko. Þetta er galið. Þetta er í rauninni, þessi strákur. Mér minnir að ég hafi séð hann fyrst þegar hann var að spila. Sko. Og í hvað fættir hann það maður? Þetta er Prime. Þetta er hrikalegt. Mér minnir að ég hafi séð hann fyrst. 85 miljónir fyrir hann eitthvað? Já, heimsklassa miðjum að Vestham. Ok. Og svo fengum við Senesi líka. Van Hekke. Já. Og ég er náttúrulega bara með besta þjálfarinn í deildina mínum að því. Nei. Já, þið finnst það? Já. Maður kom eitt punkt. Hvað er það? Af hverju eru þið að losa... Já, fengur Róbertsson líka, það er reynslu bótt. Leið mér að klára. Af hverju eru þið að losa ykkur tvo bestu leik? Já, þið eru að losa... Svens og Romero. Já. Þeir vildu bara fara þessi strák. Af hverju? Og Romero, hann má bara fara minnugna. Af hverju vilja það? Jed Spence, hann hefur aldrei verið góð fyrir Tottenham, sko. Jed Spence er eitthvað langbæstu leikmaður. Nei, jú, Romero... Theodor. Þetta er eitthvað langbæstu leik. Það er losa á... Nei, við erum núna... Og svo náttúrulega spilum við bara með hálft liðið fyrra. Við erum líka að fá Kútusinn aftur. Já, vissulega. Kulusevski, Mattisson. Mattisson er meiddur bara í september. 13. september. Finnst þér ekki vanta eitthvað í sóknina hérna? Finnst þér ekki, þú veist, það vantar smá í sóknina, er ekki samanlega það eitthvað? Hvað finnst þér? Hvernig vantar þetta í sóknina? Richarlison. Hann er náttúrulega heimsklassa leikmaður. Já, nei. In form, eða fallbárður Richarlison. Jú, hann er... En við erum með Solanke, Richarlison, Kútus, Kulusevski vonandi. Það er búin að sæmilega stimpla sér í deildina. Ég var í 10. bekk þegar ég sá Kulusevski síðan spila fótbolta. Já, ég er sammálaðis. Ég líka hef ekki bara séð hann á æfingu með neitt, sko. Nei, einmitt. Spurning hvort það sé á lífi ennþá, en það er bara komið ljós. En já, ég er mjög ánægð með hann glugga. Ok. Eina sem ég var pyrrað með er að Vuskovic er farinn. Já, það er mjög áhugavert. Já, það er áhugavert. Ótrúlega áhugavert. Ég er alveg sammála. Vuskovic, já, einmitt. Það var sendir sem fór í Brighton. Þú skoraði ekki eftir mig. Hann er bara bila leikmaður og Tottenham er bara að losa sig við þennan leikmann. Ef við fengum samt 50 miljónir fyrir hann, þannig að... Já, og notu sko 3/4 af því í Matheus, sko... Fernandes, sem er... Já, 4 af því? Já. Sérst að þú klárar ekki skóla, Theodor. Ertu búinn með umkláða? Nei. Heldurðu að Mathias Fernandes muni klára þrennuna og falla með Tottenham núna? Já. Hann fjall með Southampton fyrir 2 árum, fjall með West Ham núna, heldur hann falli með ykkur núna? Nei, ég held að... Heilu þrennuna. Ég held að hann gerir einhver ótrúlega hluti í vetur. Þessi gæði kostar ekki 85 miljónir, getur þú sammála það? Það er ekki bara fullt að leiðum að batlum hann, svo er líka bara 21 ás. Já, ungur. Er hann í byrjunliðinu? Það er 85 miljónir. 85 miljónir bara við verðum að koma eitt það. En við þurfum bara að sjá. Já. En þið neyðist til þess að setja hann inn bara til að hann kostaði svona mikið. Nei, þið hins vegar fyrir að Jú, þetta enda þannig. Palmer og Rodzi sem við förum í þannig smá. Já, við erum ekki að fara næst í Chelsea? Jú, við getum farið bara næst yfir í Chelsea og... Sá sorgarsögu. Það er rosalega kaup þar í Rodgers. 120 miljónir. Er Rodgers 170 miljón krónar leikmaður? Ég veit ekki hvernig ég á að spurja. Fyrir mörglið, já, mögulega. Ég ættir að sjá hvernig Shabby stillir þessu upp, sko. Ok. Þið reyndar að fá Shabby sem er rosalega. Já, það er alveg... Er það samt eitthvað rosalega? Já. Það var nú verri menn labba þann inn, sko. Þetta er alltaf sama sorgasagan í þessu Chelsea. Já, ég er svolítið sammála Theodor. Þetta er alltaf eitthvað, þetta bíó hjá þessum Suður London liði, þetta er sorglegt að horfa upp á þetta. Hlust á þau, akkur ferða alltaf í því? Þeir vinna 1 titil og það er bara eins og þeir hafa aldrei verið lélegir í lífum svona, sko. Þetta eru stóri klúbar sem þessi gæði. Losum Garnacho, þannig að mér finnst það eiginlega besti partur af þessu glugga. Við mistum alltaf eitthvað besta mann. Losa Garnacho. Já.
Já. Sæmilega lélugu gæði, sko. Haldið að hann sé góður í hóp, stróra? Nei. Garnacho? Nei. Haldið ekki sé ekki fokkið þreyttur? Nei, ég held að sé alveg stemmingsmaður. Er það? Já. Þið með taka hann bara. Hann er ekkert stemningsmaður. Nei, ég held að, þú veist hvað, Lacroix þarna, þú veist, hann er bara fín. Það er virkilega vel gert. Ég er enda fúllegur Kukurei, en ég var, þú veist, við náum ekkert að halda honum lengur. Ykkar besti leikmaður. Fengum ógeðslega mikið pening fyrir Andrés Santos. Já, býttu. Það er eitthvað með MC í veitum, sko. Það er fín gems, það. Þetta er leikmaður sem er talin alltaf að brjóta upp línunar. Nei, það er bara að vera að tala um það. Að brjóta upp línunar? Horfið aðeins á hann. Setti þetta í skjáinn, hann er bara í yfir. Við fengum bara helmingin af budgetinu fyrir Morgan Rodgers bara í honum, sko. Þetta er ykkur. Svo erum við með eitthvað 11 í gangi þarna fyrir Welbeck og Hendo. Ég veit ekki alveg hvað það er. Það eru geðveik kaup. Já, ég held Ég er ánægður með Welbeck, sko. Ég veit ekki alveg með Hendo. Henderson er bestu. Hann er bara góður í hóp. Hann er bara feit. Þetta er bara... Hann er alltaf líka bara handverkur. Hann er með gullfallega konu. Höldum áfram með Chelsea. Er þetta ekki eitthvað viðtalskona? Þetta er ekki kona hans. Það er ekki frekar skrítið eitthvað viðtal. Sem maður er ekki að föstu, það er rétt, sko. Ég fekk 50 milljónur hennar. Já, ég hef engar ágjur á hann. Engar ágjur á hann. Já, þá getum við svo sem bara farið yfir í United. Já, ég meina við erum að spila svo marga leiki í vetur. Á að sjá þetta. Þú veist, þetta verður... Síðan erum við bara mjög óvanir að vera í Evrópu. Já, þess vegna þurfum við að fá svona menn eins og Andrés Santos. Berlín og... Ég hef engar ágjur á þessu. Ég hef engar ágjur á þessu. Hvar er þetta viðbjóðslega? Það er bara spurning hvernig... Ég veit ekki hvernig Carrick ætlar að púsla þessu öllu svona. Nei, það verður ekkert mál. Carrick verður farið fyrir hérna desemberlok. Þú vilt menna það? Já. Já, þeir kom ekki saman. Ertu sammála því, Theodor? Já, þeir kom ekki á samkomulega með Ætli þið tvei Jónsson að taka mannjóraðina, hvað ætli að gera? Hefur gjörð svo vel. Nei, ég meina að þú máttu klára þetta. Nei, ég held bara að þetta verði svona eins og þetta er búið að vera hjá United. Já. Hvernig er þetta búið að vera? Hvernig er þetta búið að vera? Bara, þú veist, er ekki bara búið að fínt eða? Nei, alveg alls ekki. Ok. Þessi Rúben Amorim sorgarsaga var náttúrulega... Já, það er náttúrulega vildi enginn hafa það flónandinni, sko. Skilur? Við gleymum því, sko, 16. og 17. seti. 16. og 17. seti þegar við tveim leikjum fór að halda ykkur upp í deildinni, sko. Þannig að, þú veist... Það var hérna rosalegt, sko. Djúvill, hættið að vera ekki prem. Maður spyrja, ertu rosalega Tottenham-maður? Er það heldur með Tottenham? Ég skal taka þetta. Nei. Jú. Það er engin heilbrigður náungi sem heldur með Tottenham. Ég er alveg sammála því. Ég þekki engan. Ég þekki þetta að Google að marka. Svo er hérna Viktor Ítlu og svo líka. Og þeir eru svaka eðlir. Theodor Ingi. Herru, það er verið að spyrja Hvað lifir nafnið samt lengi top 6? Þú veist, hvað getið þið sagt við top 6? Í alveg? Ég horf ekki á það sem top 6 lengur. Er Aston Villa komið inn fyrir Tottenham? Er Aston Villa komið inn fyrir Tottenham? Hvað meiniði Aston Villa? Er Aston Villa? Ég spyr bara út í loftið. Ég spyr. Það þurfa ekki að vera 6 lið. Nei, ég sagði það líka við ykkur. Top 5, þú spalti og top 5. Þetta er í gangi hérna strax. Þú ert maður að lenda í 16. og 17. seti síðustu 2 ár. Evrópumeistarar, hérna, árið 2025. Á móti hverju? En þið ekki sér þáttum að hann? Á móti United. Á móti United? Ákveðum að gefa ykkur þann titil bara, þannig að þið litluðu það. Ég voru ekki að gefa hann. Ég er náttúrulega ennþá hrættur um það, ef hann hefði verið áfram þá hefði orðið Englandsmeistari fyrir það. Það er grínast. Við skulum pausum að hafa þetta faglægt því, það er ekki rétt. Ok. En það er verið að spyrja hérna, fyrir maður þessu í chatið, Richarlison heimsklassa leikmaður hlegið að því. W. Ágúst Guðmunds, er þetta að sjá baki á Arsenal-treyjunni? Já. Með Nonni. Hann er með... Það er maður ekki. Hlægið að því. Aron helst með Arsenal frá 1. til 5 ára aldrei hætti sem leikþátt. Bróðum minn er fint hinn. Andri Santos, 50 milljónir, er alltaf gjöf. Segir eitthvað veikur manni maður. Gjöf fyrir Chelsea. Er ekki Chelsea maður að meina... Já, það hlýtur að það. Það hlýtur bara það. Það hlýtur að vera. Annars er... Það voru svo við seldum hana 10 milljónir og fengum 40 milljónir í kaupa. Já, þetta er bara... Ég hef ekkert séð mikið á honum, en ég hef mikið heyrt, þannig að það er... Hann er feitur. Þetta bara, ég er mjög sóskáð að tjöppi þarna í revílmyndinni. Hvað er að því að vera feitum í geði? Það er engin góður í fótbolta sem er feitur. Jú. Jóker er spíkfeitur. Hann er reyndar spík. Já, hann er frábær í fótbolta. Nei, hann er ekki spíkfeitur. Hann er hræðilegur leikmaður. Ég hef séð formið hans, það er hreikar. Casemiro hefur alltaf verið spíkfeitur. Hann er lang besti miðjumaður sem er spilað á England. Jóker er ekki spíkfeitur. Hvað slæðir þið? Meira svo að gauti fyrir... Við erum að reyna að representa liðin okkar hérna. Við getum ekki verið...
að Casemiro sé besti leikmaður sem er stíðin í Prem. Þú veist, við skulum hægt að vera að hafa þessar kjánar. Auðvitað Steven Gerrard. Það er ekki top 25 miður miðjumenn í ennsku deildinni. Nei, það er eitthvað frábær punktur. Nefndum með 3 sem er betri. Nonni og Viktor eru með fleiri Prem-titla en Bruno Fernandes. Nonni og Viktor eru með fleiri Prem. Ekki gleyma þið. Var hann inn á eða? Skilur, hann skiptir eitthvað máli. Þessi titildi fyrir var alltaf djók, sko. Já, skilur, Kepa er líka með fleiri titlaldur en Bruno, skilur, hver er betur leikmaður? Svaraði þessu. Já, ok, ég er bara að segja, það er ekki að bera saman einhverja varaskeiður og Bruno Fernandes, sko. Það er ekki gerast hérna. Já, sko. En Chelsea bestir, já. Viktor Einarönda mældi 5,5% fitta, góður þessi. Aron, ég er feitur og ég er hellari fótbolta og sérstaklega í góli. Já, sko, ég var ekkert að meina þetta þannig, ég var svona að meina meira í ennska úrvalsdeildinni. Þetta var þetta ljótt komment hjá þér, Aron. Er það ekki það? Við erum ekki að fara aðeins. Ok. Það var ljótt komment hjá Aroni, Nei. Við skulum taka... Ekki bara cancelum? Nei, alltaf. Hvað segir? Já, það er alltaf að gera það, en ef ég fæði rökraði og þá mun ég búið til klippa mótið og það er ekki gert. Að ég er að meina, þú ert ekki fyrir að vera feitur í Premier League, eins og hann Andri okkar. Ég er saman. Hann er ekkert feitur, við erum að grínast og það er ekkert að vera feitur. Júri Tillemans er góð kaup. Sturlu kaup. Ég sammála því. Mjög fínt verðli, góðum aldri, þú veist, ég bara... Já, Tillemans er góð kaup. Ég reddið ykkur alveg. Ég ætla að gefa kudos á það. Ekki gleyma því að við erum ekkert sáttir, sko. Við komum alltaf upp þegar glugginn er að loka, sko. Þið vitið það alveg. Já, hvernig er það að fara að ná í núna? Hvað er Við erum bara að fá einn besta miðjumann í Fraklandi, Kamavinga. Já, það verður orðið með hann. Við skulum ekki vera að tala það sem gæti. Síðan þurfum við ekkert mikið meira, skilur við. Já, erum við að fara í orðruma, það er góð punktur. Það geti orðið helviti langur þáttur. Já. Hann geti nú, já, náttúrulega, ef þetta færi orðruma, getur við rætt í klukkutíma hvað Vinny Junior náttúrulega pakkaði Arsenal saman. Vá, hvað hann hækkaði launatjekkan. Hélstu í eina sekund að hann væri að koma? Já, góður. Nei. Þið voruð allir, ég með Veikar upp á skrifstofu hjá mér, sko. Hann var bara að tala neitt og hann væri bara komin, sko. Já, hann vildi koma. Hann vildi koma. Vildan saman. Það hefði hann ekkert koma til Arsenal. Hann var að hækka launatjekkan. Kjart, er ekki sammála, hann var að hækka launatjekkan. Hvernig haldið þið samt að fólkið sem er yfir Tottenham sannfæri menn að koma yfir? Hvernig haldið þetta virkja? Bara pjúra peningu. Nei, hvernig í alvörinu haldið þetta virkja? Þetta sé ekki bara sannfæringarkraftur til Sölbi sem er að spila þarna. Jú, það geti verið. Ekki, verður falur, þú helst alveg að vera að koma. Það var búið að segja það margótt, auðvitað helst það og varst svona rosalega spenntur. Þetta er mesti lúser sem ég séð. Það hefur verið flott að vera með hann og Gabel hann. Við erum með Tissolis sem hendi í 2 í dag. Það veit ekki hver þetta er. Hann er ljótasti gaur sem ég séð. Ég sá hann á það, djöðlar í reyður maður. Hann bara fittar alveg í þetta ljóta ógeðslega tussulið. Nei. Arsenal-lið. Þetta er mest perrandi liðið heimi. Við hefum ekki að fara í City-gluggann. En þeir eru náttúrulega með, já, 3. markmann Spánar. Nei, ég er satt að segja, þetta er... Þeir eru náttúrulega með 3. markmann Spánar þarna líka. Í David Raya. Já, og besta markmann. Besta markmann. Það er ógeðslega lélegur. Besta markmann. Hann er 3. markmann. Þú sagði að hann var besti markmann heimi. Allir þessi Spánverjar Arsenal. Hvar var þessi Súpamendi líka í sundum? Kom inn á úrslita leiknum. Hvenær kom hann inn á? Hann kom inn á gegn Argentínu. Leikurinn fór 120 mínútur. Það var ekki einu leikur sem kom inn á þig. Ég held að það var einu leikur. Ok, eigum við þetta að tala þennan glugga hérna. Þetta er... Nei, gefum Gaut á þetta. Bara hvað viltu ræða? Ertu sáttur með þennan glugga? Þú veist, þurfum við eitthvað ekki að bæta við okkur? Elliot er þetta Þú sást þetta, þið þurfum við að bæta við. Já, æfingarleikur. Getum við að vera það? Nei, þetta var ekki æfingarleikur. Elliot er vingur, Það er eitthvað sem segir mig það að þetta City-próduktur munu hrynja þegar Rodri og Guardiola fara á mitt. Er Rodri farinn? Rodri er farinn. I come here we go. Já. Ef hann er farinn, þá er hann farinn. Hann er... Ef við góð er ekki nóg. Ok. Það er svo sem rétt. Þetta er hræðilegt að missa Bernardo Silva, John Stones. Já, ok, svo sem. Ef við ekki lefa okkur að segja að Rodri sé samt farinn. Ég meina Já, ég segi það er besti miðjumaður í heim í dag. Ef ekki besti leikmaður í heim í dag. Hver? Rodri. Hann er alltaf ekki... Rodri er besti leikmaður í heimi. Já, hann er næst besti leikmaður í heim að minnum að þið. Við ríði. Hver er bestur? Og eftir Messi. Eftir Leo, litla Messi. Jæja.
Ég er sammálað, Messi. Ég er ekki sammálað þegar nú. En við erum bara faglegis. Ok, ég vill ekki, trausta mér, ég er hennar faglegur, en við sáum alveg háum að Messi er ennþá besti leikmaður. Já. Hann er ekki lengur í heimi. Já, við sáum það. Nei, ég get alveg nefnt. Maður sá það í úrslitaleiknum þegar Rodrigo með hann. Skilur maður, Jesus Christ, reyndar. En ég er samt ósammála með Rodrigo. Hann var að draga þetta Argentínu lið trekk í framlengar. Getur við bestur í heimi í 2 vikur eða? Svo náttúrulega bara að gefa að lapita sig. Já, vissulega. Það þarf ekki að gefa sig, þeir fengu auðveldastu leið sögunar á Já, reyndar. Sögur? Greinilega ekki, nei. Nú, greinilega. Portugal ekkert unnið riðilinn sinn. Gerðu það ekki? Já, það er búið að, sko, það var alltaf bara synd að Ronaldo var inn á þarna í mörgum leikjum, sko. Það var alltaf bara verið að gefa honum eitthvað svona last dance dæmi, sko. Ef það hefði bara ekki verið með hann inn á það, þetta allt öðru. Mega að vera að gefa honum þetta last dance. Auðvitað. Það var líka. En ég segi, ef að Portugal vildi vinna riðilinn, þá hefði bara bekkjað. Já. Eða bara hann á í rauninni. Saman á þar. En ég meina, við skulum ekki glemma því, sko, þeir eru hálsbreytt frá því. Argentína hálsbreytt frá dett út á móti Egyptalandi, sko. Já. Það var bara skrænhöðar líka. En þeir byttu svolítið ekki út á móti. Nei, auðvitað ekki. Það áhengið ekki að vera hægt. Unnu svo út. Nei, það er bara að vinna þetta báða sem ekki fæla. Unnu svo englendingliði sem að minni mig valtaði Frakka. Þannig að, já. Frakkar eru betri en Argentínu. Greinilega ekki. Jú. Englendingar eru líka betri en Argentínu. Þetta ertu spenntur fyrir úrslitaleiknum í mjólkurbikarnum, eða? Þetta er þetta mjög góða punktur. Nei, já, sorry, hann er að grínast. Afsakið með þetta. Ég held mig afturhendingu, sko. Ekki það? Alltaf. Ég meina, erum við ekki allir þar, eða? Jú. Ég verður með gjallarhótti, öskra, sjálfsögð. Nei, ég held eiginlega ekki með afturhendingu, sant. Það går rugglað. Það er svo leiðilegt að fá það í Evrópu, sko. Nei, grínast það. Við erum að fara bara að hafa okkur svona hálfveitur á lögðarsvelli, sko. Aron, við nennum ekki öðru vestra ævintýri. Nei. Jú. Það går rugglað Það er að fara að stækka stúkun og okkur djöfullin, þetta er alltaf bölla. Æ, ég er ekkert eðla peppaður. Ætlar þú að vera bara að synda þetta í pottinu þegar það er að vera að ríða ykkur 10 minúti Í pottinu? Einn besti miðjumaður Frakklands sem komst ekki eins og í HM-hóp. Ég er með nokkuð dæmið um það, sko. Ég meina, hvað, Phil Foden, er hann eitthvað, Cole Palmer, þeir eitthvað léli leikmann þegar hann gengst um það, svo. Hvernig var Phil Foden í dag? Hvernig var Phil Foden í dag? Herru, við erum ekki að taka mark á æfingarleikinu. Þú voru að fara að breyta. Ég er sammála með æfingarleikinu, það er ekki að taka mark á. Aron, þetta var ekki æfingarleikur, þú veist. Þetta var augljóslega Phil Foden kemur sterkur inn. Það er engin úrslitaleikur spilar í Wales. Smá brasi. Í Cardiff. Já, tónleikarinn í staðinn. Já, þetta er bara leikþáttur. En svona ef við reytum bara sitt í klukkan, hvernig var hann? 4. Nei, er þetta ekki bara fallleikur, bara artistur? Nei, ég er eitthvað bilaður strákar. En Sá ég efsta nafni hana? Já, mjög sexy. En þeir eru 115 miljón. Það er svo mikið, sko. En ég er þið satt hérna. Þið keyptu Tonali á svipu. Hann er betri. Það er galt, Nei. Hver er Tonali betri en? Elliot Andersson svona góður strák. Elliot Andersson er bilaður leikmaður. Tonali jafngóður og Elliot Anderson. Nei, ég ætla að lega mér að segja þetta betri en Elliot Anderson. Tílemanns er góðum aldrei en Bruno Guimaraes er gamall. Sko, munurinn er að Man United í rauninni eyðir 35 milljónum í, er ekki rétt hjá mér, í Tílemanns, en Arsenal eyðir öllum pening sem þeir eiga núna eftir, Alveg í, hann er líka 29 ára, er ekki rétt hjá mér? Jú, mér finnst Bruno Guimaraes, þetta er ekki að kveik í manni, en hann Nei, góð með Newcastle. Já, næst besti miðjumaður Newcastle. Það er fínt fyrir ykkur að Eða þriðji besti, það er eftir Tonali og Joe Linton. Já. Það er eina sem getur treyst á hann fyrir. Einmitt. Hvor sætar er Mara Birnir eða Aron Valur allir? Hvað er margir Hann superchattaði til að segja þetta, hann Alexander. Hvað er margir hóra? Borgaði hann til þess að spyrja þessu spurningu? Já, borgaði fyrir það, kannski... Þetta er ekki skrítið að svara það ekki? Já, þú kannski bara refundar hann. Hvað? 80 manns. Og á TikTok líka. Haaland verður leikmaður Arsenal fyrir lokluggans, ok? Við skulum halda þessu fæli. Þetta er svona jæja moment. Já, ég held að það líklega er að fara í United, sko. Shit, sko, ég er... Förum við yfir þennan gluggan, sko. Ég er ógeðslega spenntur. Ég nenni ekki að taka þetta. Getur Ég er ógeðslega spenntur. Ég nenni ekki að taka þetta. Ég er rosalega spenntur. Strákar. Jeremy Jacquet, hann var áðan að spila. Nei, ég er ekki að djóka, þetta er næsti Van Dijk, ég er ekki að djóka. Sástu leikinn á hana? Hann skoraði. Shit, hvað er nættur maður? Ertu ekki grínast? Jeremy Jacquet. Viktor Munoz, við erum að sjá hérna næsta Mane. Næsta mann, þessi gaur getur ekki ráska meðrúmsleikmaður í ömulegri spænskri deild. Ég nenni ekki að hafa þetta fagurlegt. Þetta lítur bara mjög vel út fyrir Liverpool að við fáum núna Barcola sem er komin. Erum við ekki allir samanlega það?
Það góla er alltaf að fara að koma inn, það er alltaf að fara í gegn. Ég held nefnilega að Arsenal gæti alveg stólið því líka. Já. Nei. En eins og staðnum við sáttum með 2 sonir sem hendi í 2 assist í dag. Já, þið ætlaði að dóla á þann jólum. Já. En eigum við að ræða þetta nafn hérna? Já, þetta er Araujo. Ert þú sáttum með þetta? Ég maður bara mannstu Þetta er spennandi. Nei. Þetta er mjög Það er spennandi. spennandi við Þetta, hann er bara, hann er, þú veist, hann er Saliba ára en Saliba var Saliba. Nei. Veitu, var þetta ekki, hérna var það ekki febrúar 24, þegar við vorum á Almería, Barcelona. Já. Og fórum á leik. Já, fórum á leik. Þar var minni mig Ronald Araujo skúrkurinn. Já, hann á það til, sko. En, Hvað, veist, samt, hversu látt er til að, Já. Það er eitthvað lánin í Nei, byrjun ágúst, í árum. Nei, við erum að, hættu við að tala um svona handboltatón í þessum tón líka. Já, hættu, þetta er bara léleg, þetta er bara léleg. Þetta er ekki lélegt. Þetta er að reyna að bjarga andliti. Nei. Þetta er bara, þú veist, hann er bara í vandræði með sér þjálfari, nýja. Ég veit ekki nafnið á hann. Ekki láta þess að Íra Óla hefur ekki nauðgað mannjú í raskat eftir forma. Erum við samt ekki allir sammála því að þetta er versti gluggi? Jó, þetta er versti glugginn. Er það að djóka? Þetta er þetta tóttunarglugginn. Þið vitið að bæði Bartóla og gæinn er að koma. Og gæinn? Já, býti. Þegar við erum að tala um hérna orðróma, ætlum við alltaf að fara Nei, hann er taka kominn. staðarinn núna. Hann er kominn. Hvað kom? Ég var ekki Já. Jú. 100%. Fegst þú notification á því? Ég meina... Brissi er búinn að segja þetta miljónsum, strákar. Ég meina þetta er ekki spennandi verkefni sem hann er að fara í hérna í Liverpool, Barcola. Er þetta greiðast? Rósam okkur Andri Robertson, hann var orðinn bara andfúll þarna á svæðinu. Íbram er komandi. Við tókum við þeim. Þið tókum við bara mesta afgangi í heimi. Við tókum við Vinners. Hann er vinner, vissulega. Ég Hvað er fannst þér um það samt Hann byrjaði að dissa Robertson, þetta er besti gaur í sögu Prem. Hvað fannst þér að Tottenham gaf Vinstri þetta bakvörður. yfirlýsingu hérna fulltrúa sína á HM, hérna Andy Robo. Ég er ekki búinn að spila, ekki búinn að klukka grasið fyrir ykkur. Shit. Veitu hvað... Sástu það ekki það? Jú, mér síndist það bara að vera virðing gagnvart okkar leikmanni. Arnold, þú myndir taka alla þessa gæða út sem þú ert komin inn hana í staðin fyrir að fá Elliot Anderson eins og mínir mennur að fá. Já, passar. Já. Alveg 100%. Þú myndir sleppa að fá alla þessa hana gæða í staðin fyrir Elliot Anderson. Þið voru að gefa City glugganum 2 einhvern eða eitthvað sko, þannig að ég veit ekki hvað þessi gluggi er að fá þú. Já, þetta er... Nei, alls ekki. Þetta er lélegast í glugginn. Hvað er tekið þá á móti? Hvað er tekið á móti þið? Mér finnst Liverpool bara að vera með basically bestu miðjuna í Prem núna, skilur, með Sopo, Gravenberg og McAllister. Mér finnst þau ekki þurfa miðjumann, en þau þurfum einmitt svona gæja eins og hérna sem er næstu í Van Dijk, sem er Jeremy Jagger. Og fínt að fá Araujo, bara svona viltan sem getur orðið besti leikmaður, ekki besti, alls ekki, sorry, ég ætla ekki bara, já, sorry, ég talaði um mig, gæti orðið svona surprising, ég held að vera surprise. En já, þetta lítur vel út hjá mínum mönnum í Liverpool, við ætlum kannski bara að halda áfram og fara yfir í, já, við ætlum að fara yfir bara 20. sæti, ég var búinn að skráta þetta niður á mér, ég vona að þið hafi gert það, þótt við getum svo sem alveg gert það, ekki bara taka 20. sæti. Já, með Tottenham. Nei, ég veit það. Ég held að séu allir með sama. Svaka húmor hérna í stúdíónu. Kannski árunum fyrir mig og kannski sögur bara eldsnögt spurningum árunum fyrir mig það. Elliot Anderson, er þetta ekki bara sömu kaup og Calvin Phillips? Jú, þetta er... Já eða nei, já eða nei, nei. Þetta var mjög góð punktur. Hver var þetta? Þetta er Elius 4. Já, ég ætla ekki að gefa kudos. Já, þetta er smá kudos. Já, hérna... En við erum ósammála þarna. Höldum áfram. Arnói skrifandi rúð mitt, alls ekki. Temo Pukki á leið til Liverpool. Hver er það? Norwich. Nei, hver á að vera Tommy Pukki? Innin hana. Já, Timo Pukki á leið til Liverpool. Já, heitir það, já, ég líka. Það er Temo Pukki, þú veist. Ég var líka bara, hvaða strækjar er að koma til Liverpool? Ég peppaðist, sko. Þetta ertu þurr. Ég myndi ekki vera brjála þetta að peppa það, sko. Já, mennur að peppast í það veist hvað glöggin lifur. Ég held að sagði Temo Pukki að það var að koma það okkur annar. Það var eitthvað grín. Ertu þunnur? Nei, Já, alls ekki. hann var að drekka í gær, mjög mikið. Ekki ljúga þessu hérna. Er Superchat ekki lesu uppátt með text to speech? Herru, það er eitthvað greinilega ekki að koma núna, en við lesum alltaf þegar við gera og gefum sjátt Alex Óðinn. Það er bara vont að hlusta á handboltastrákinn Aron Val tala um fótbolta. Já, þú veist minnst. Ég sé kallaðar handboltastrákur. Þú á eftir. Hann er í sammálanum. Sko, sorry, við erum með 3 yfirburða handboltamenn að ég sé kallaðar handboltastrákur er sorglegt. Þú ert langmest handboltastrákurinn. Alls ekki. sem ég veit af öllum hérna inni, þá, ok, Balti,
Veit minnst. Hættu að tala í þessum tón, talaðu bara venjulega. Þú fer alltaf í eitthvað svona. Teddi án var það svolítið bátt. Ok, hvað ætlar hann að segja? Alveg ljóst. Ok, 20. sæti, ég ætla að segja Húl. Já, ég er alveg saman þessum bara. Ég er Coventry. Jú, ég er með Húl líka. Ha, Coventry? Þeir eru 20, því miður. Já, ok, ég er með Húl. Hvað, þú með þá bara í 11 eða? Nei, mér finnst Coventry líta vel út, sko. Hvaðan í anskotanum færðu það? Spörum það aðeins. Líta vel út. Farðu í gluggan hjá Coventry. Já, ég er með Farðu í transfers hjá Coventry. Þeir eru líka að fá af Óni, hérna... Já. Hérna, undra Nottingham Forest, eða ekki? Af Óni. Hver? Hörku leikmaður. Coventry? Já, ég er spenntur fyrir Coventry-liðið. Já. Lampard er að gera frábær hluti. Já, ok. Ég er sammála því líka til þetta. Hvað segir þú 20. sæti? Ég er með Coventry þannig. Ok, við erum allir bara með Húl Coventry, hvað ert þú með? Húl, ok. 19. sæti er ég með Húl, ég segi 19. sæti Coventry. Ég er með Ipswich. Já, ég er með Ipswich þar. Ipswich. Ég er með Ipswich. Ég er í Húl þar. Líka. Ok, við erum allir í svipum liðum. Hvað voruð að gera bara að lista saman, eða? Við fórum mynda saman. Lítur allt út fyrir það. Pizza fara. Vinstri handa mennirnir. 18. sæti, Ipswich. Ég er með Sunderland. Ipswich. Ég er með Ipswich þar líka. Ég ætlaði að setja Sunderland, en Sunderland hjartaði í mér eitthvað aðeins að reyna. Sunderland hjartað í þér. Ertu með Sunderland Ég er með slá balti heldur með nokkur liðum í deildinni. Já, þú veit það hinn. Ég fór með Tolli var reynslu þar í janúar. Já. Ég fór með út. Já, ok, nice. Ég ætla að setja Crystal Palace. Ok. Crystal Palace. Það er ógeðslega skrítið. Í ákveðinu. Þú er með Forrest? Já, ég er með Forrest. Ég þarf aðeins að, nú er ég að pæla, við erum allir saman hérna, Sunderland í 18. sæti. Er ég eitthvað að miskilja? Nei, það er alveg valið. Er það valið? Ég er ekkert með að brjóða það, sko. Þeir eru í Evrópu, þeir eru ekki múin að styrkja sér mikið. Ég er búinn að gera mikið meira á lífið heldur en að skoða með það. Thomas Meunier, það er bara þekkt. Já, skilur, hann er bara búinn. Nei, já, hann er svona alveg fín við. Ethan Berry, hver er það? Enginn veit hver það er. Nei, þetta er bara þessi Meunier. Ég skil ekki þessi nöfn, en... Síðan er búin að losa við helli. Þetta er bara hverja akadémistrákar eða ekki sem eru farin? Já, það syns mér að ég er release. Shaq, veitu, já, Shaq er alltaf farin. Já, þeir hljóta að fara í... Nei, Shaq Nei, ekki? Nei, hann fór ekki. Já, ok. Hann var að leika sér að Chelsea að það. Já, og þeir fengu Henderson í staðinn. Það er svo tróla þá. Ok. Ég verði að lista upp hérna, like þetta komment ef þið elski Aron Val. Takk fyrir það, æðislega. Ég sammála þessu kommenti hana. Hvað? Veist, hann Palace, 18. sæti. Veikt að setja Crystal Palace í 18. sæti, Baltasar. Það fara þess að það er þessi gluggan á þeim. Ég meina, þeir eru búin að missa þjálfóra sinn. Ágústum mitt floppy að fá. Segir ykkur hér. Það er kallt. Það er kallt. Það er kallt frá Toughboy. Það er gluggi Crystal Palace. Sæmilega jarðaður að Toughboy. Það er mjög leiðilegt að ég hafa á hann, sko. Ég er í jörð. Ég er á parkett. Hann er í jörð, segir hann, Crystal Palace. Fínt að jarðtengi sér svona rétt fyrir tímabil. Já. Það er ekki þegar maður er komin á nýtt parkett. Já, þannig að sér þau. Glænýja parkett. Það lítur vel út. Það lítur ekkert vel út. Það lítur ekkert vel út í Katakaka í dag. Nei, þetta lítur vel út. Hvernig líður þess að að fótboltinn í FH fekk bara fullt af pening fyrir að rífa það parkett upp og þið fenguð ekki í krónu? Ég ætla ekki að tjá mig um það. Já, ok. Ég sá þú sko með eitthvað svaka líf, svona hvíta, flotta, töffara líf. Ég var bara í nönduból. Já, ok, þetta er svona statement dæmi. Þetta er nýja stöfið. Já, mjög skrítið. Sturla stöf, sko. Ég hugsa bara, shit. Það er einhvern veginn, já, ekkert að ganga upp í Katakaka í dag. Nei. Nei. Ég meina, top signing hérna, skilur. Já, okkar maður Alex Óðinn var að fá Sneip og í rauninni Streymi líka. Streymið að fá smá sneið og Alex Óðinn líka. Já, það er 2 sneiðir frá KFC sem er brjálaður. Já. Þú ert að donata á gæja með undir 100 views, tæpa þetta í chatti. KFK er brjálaður, hann er reiður heima á sér. Já. Er bíf milli Gústa og Gauta Gunn? Spurning. Ok, við fannum það okkar. Sko, það hefur verið heitt á milli lengi, sko. Bara það eru báð vinstrahandar og það eru góður. Martin spilarinn í. Já. Er það ekki að grínast, eða? Það svona vildið við setja hlið svona. Já, líka. Strax voru heitt hérna. Þetta er bara... En ok, förum í... Jú, Við erum alltaf konum með fallið. Já, höldum kannski áfram að fara yfir þetta. Við erum búin með fallið. Já. Ætlum við að fara yfir hinliðina? Hefur ekki að gera það? Jú, kannski fara í fallbaráttuna og... Ég held að Coventry verði þarna í næsta fallbaráttuna ekki og svo... 10. sæti, bara byrja þar.
Er það ekki? Nenni ekki Nei, við byrjum alltaf ekki í 10. sæti. Það er náttúrulega að geta alveg lið. Það er einhver lið Það er einhver lið neðar en það hér inni. Já, svo. Ok. Förum í 17. sæti. Já, tökum þetta bara allt saman. Tökum bara röðuna. Þú 17. sæti. Everton. Coventry. Leeds. Sunderland og Leeds. Leeds, veistu, bara Ég á stoppum með- að það kemur eitthvað áhugavert upp, skilur. Ég á með Leeds. Ok, sko. 16. Everton 17. er samt áhugavert. 16. sæti. Brentford. Djúvill, það er heimst maður. Brentford? Já. Hvað er það? Þetta er satt, ég ætla alveg að gefa kútos og þetta fyrir þetta, sko. Ég er með á líka þannig í 16. sæti. Ok. 16. Þú ert alltaf að gera þetta á staðinn. Ég er með Palace líka. Ég er svona, nei, ég er með þetta aðeins fyrir. Ok. Ég er Forrest. Ok, ég er Sunderland hérna. 15. sæti. Leeds. Sunderland. Ég er með Fulham. Ég líka, Fulham. Fulham? Ég er líka Fulham. Það er mjög Næsta 15. sæti að liða. Þeir hérna voru að gera hann list saman. Heyrðu, slaka á, það er nýr hjálpari, hann er að koma einhverja nýjar áherslu, það tekur tíma. Tekur tíma, segir Gústin. 14. sæti. Nottingham Forest. Ok. Ég er með Fulham. Já. Leeds. Ég er með Forest. Ég er með Brentford. Everton. Ok, þetta er allt bara voða basic. 13. sæti, ég er með Nottingham Forest. 13. sæti. Já, kannski er það óvalega. Ég er glasleins að Já, einmitt, ég hugsa það bara góð. Ég held þeir gerir betur núna í ár. Ég sett Tottenham í 13. Ok. Já, þeir ná sér upp í 13. Já, ég Hvað er með fyrsta aðalinn inni? Ég held þeir gera betur. Já, sæmilega bæting. Já, þetta er alveg bæting. Já. Ég var alveg til í að fara upp í 4. sæti núna. Já. Batti, hver er þú með? Með Tottenham Það er náttúrulega ekki að vera til í það heldur. Hvaða sæti lendir þið vittisingarnir í? Hvað, 10. Já, það er hæðilegt. 10. 10. er alveg slæmt, 10. og 17. Nei. Jæja! Nú skulum við vera fælir. Þið eru búin að gera Hvað græðir maður á því að enda í 10. sæti? Já, tölum meira en það endi í 17. Nei, Við skulum taka Sérðu, ræðin einhvern græðir ekkert á því. Þú græðir meira að lendi í 10. og 17. Ég er með Leeds í 13. sæti, nei, en 10. og 17. sæti er bara complete. Þú ert ekki með Tottenham með 13. Þetta er held ég eitthvað lélegast teik sem við Já, þau eru nú nokkuð lélega. Þú ert stoltur af því að enda í 10. Alls ekki, ég myndi væri grátandi heima að mér eða lendi í 17. Það væri frekar svolítið. 2 ár í röð. Já, svo er það. Ég vil Newcastle hana. En það voru mestarar á milli. Já, veitu, þú með Newcastle 13. Sem gerði nú ekki mikið fyrir ykkur. Hvað er þú 13? Tottenham, sko. Já, það er bara allt eðlilegt við það. Þeir eru að bæta ykkur 4 sæti. Nottingham Forest. Nottingham Forest hérna. Já. Ég er Everton. Strákar, Tottenham endar ofar en 13. Auðvitað, ég er bara með Hann höfðu það sama á síðast tímabili, sko. Já. Menn hugsaðu með sér, þetta er eitthvað one-off Manju og Tottenham. Svo fór Manju bara lengst upp og þeir eru bara ennþá á sama stað. Súrefni skríma var það, sjá okkur fara það niður. Þetta er alltaf sama sorgasagan með litla liðið London. Evrópumestarana, en hérna... Nei, en hérna, já, það er greinilegt að það er ekki allir faglegir hérna. Það er leðilegt, en við þurfum bara, hérna, að halda á... Höldum áfram með þetta hérna, ok. 12. sæti, Crystal Palace. Coventry. Ok. Jæja. Ok, Coventry. Já, ég er með Leeds þar. Leeds. Fulham. Ég er með bæði Leeds og Forest allt ofalega. Ég er með Tottenham. Þú ert alltaf að spuna það lista núna bara. Gústi með Tottenham með 12. Það er að sem ég skrítið þessu randið er bara Coventry dæmið. Já, en þú veist ekki held allir að Sunderland var að falla í fyrra. Þeir náðu Evróp. Já, þú ert meina þær verður að vera eitthvað svona óvænt í þessu lista. Ég er þetta hef bullandi trú að Frank Lampard í þessu. Mér finnst ekki að skrítið. En Tottenham með 12. stráð, ég er ekki alveg að kaupa þetta. Sorry. Þú trúir ég við erum klárlega bara með andlega veika einstaklinga. Það er ekki hægt að kaupa bara einhverja leikmenn út í bæ hjá West Ham og Newcastle og svo drasli og vona bara Hvernig eitthvað heldur þú, Ágúst, að þetta virki? Heldur þetta sé alltaf bara 100%? Það veit ekki hvernig þetta virkar. Það veit ekki hvernig þetta virkar á Tottenham, sérstaklega ekki þú. Ég meina, við erum bara í einn deild. Þú veist, guðmund! Það er hérna ekkert álag. Svo erum við með heimsklassa lið. Og já, við sjáum bara eftir hvað ég er bara á Tottenham. Ég er ekki með heimsklassa lið. Það er ekki einn heimsklassa leikmaður í þessu lið. Við erum faglegir, þetta er kjánalega. Ok, hvað heimsklassa leikmaður? Þeir eru ekki einn. Þeir eru ekki einn heimsklassa leikmann. Andrew Robertson. Nei, hann er ekki lengur, ég er það. Þegar þið fara að tapa leikjum, þá vantar með Christer Jesus, Romero, hann er rosalega missir. Nei, þið þetta taka. Já, þið hefðu þetta taka. Hann vill koma. Já. Það vill enginn koma í Arsenal. Hann svo stóli. Herðu, áfram með þetta. 11. sæti, var það ekki? Jú, Brighton hjá mér. Ég er með Forrest það sem er alltaf Ég er með Newcastle.
11. ok. Tottenham þar. Ég er með Brighton. Jú, þeir eru að svífa upp við listan. Ég er meira að gera það upp 7 sæti. Hver er með á 10. Það steytist, ég er með Newcastle hana. Ég held það. Ok. Hvað sagði þú? Ég var með Brighton. Brighton, ok, bara mjög fair. Það er ekkert hægt að fara meira auðvitað Tottenham dæmi. 10. sæti, við erum konið í 10. sætið það. Núna fara skoðanir að hrynja inn og ég vona að þetta hafi verið faglegt. En 10. sæti á mér er bara Brentford. Crystal Palace. Já, ég er með Brentford líka. Ok. Ég er Brentford. Ég er með Everton þar. Ok. Ég er með Bournemouth. Bournemouth, ok. Allt bara mjög basic. 9. sæti. Bournemouth fyrir mér. Brighton. Ég er Bournemouth. Bournemouth. Ég er með Everton. Og ég er með Chelsea. Já. 9. sæti. Já. Eftir öll. Mér sýnist Eftir Gauti Rocket fara að vera eitthvað aðeins paðlegur. Já. Og ég bara ætla að gefa honum kútos fyrir það. Ég veit að Gauti er að meina þetta. Þú bara Þú græðið bara tax eftir í Garðabæinn, það er bara nýtt. Já, ég. Já, við högstum ár með honum. Já. Hann fæði það með mér, við erum bífi. Ok. Ef maður sjá, þú veist. Já. Ég er samt bara, það er ekkert að þessu. Nei, þetta er alveg... Gauti með Chelsea í 9. Nei, látið. Það er helvítið lágt, maður. Hvenær fáum við að sjá Mikael Mudryk, minn mann, aftur í Chelsea búningunum? Já, hann var endar... Hlauparinn góði. Líðastilega fótboltamaður sem ég sé samt, sko, en hérna... Ég meina, það var greinilega eitthvað sem Real Madrid sér þarna var aðtugavert í Champions og lætur hann fara. Já. Þannig að það hefur náttúrulega verið... Hvað keiptu Chelsea í Real Madrid? Það er ekkert að segja Xabi Alonso sé lélugur þjálfari bara þetta því að... Nei, hann er ekki lélugur. Hann er bara með erfiða gauðra. Hann er bara með 22 Ísak Loga í Real Madrid. Þetta eru bara raunveruleika stjórnir þarna, sko. Þetta er bara lost á æfingum og eitthvað. Ég meina, hvað var Xabi að gera í því? Hvað var keypt Mudryk á? 80 milljónir eða eitthvað 10. Erum við ekki sjá sömu storkasögu hérna bara í enskan Það var yfir 9 árið eitthvað ógeð, sko. Þú varst ánægður. En erum við ekki sjá sömu storkasögu það bara núna í elda nafninu á listanum? Í Rodgers. Chelsea 9. sæti, tja, hvað finnst ykkur það? Er það bull eða ekki? Premier League proven, þú veist, Mikael Mudryk var bara Hann spilaði samt bara Sko, Rodgers er svolítið að gefa mér svona grílisvæp. Heldur það? Já. Nei, ég meina... Nei, ég held að Rodgers verður gegn. Já, ég held að það verður frábær, sko. Strákar, það Ekki fara í Rodgers og Grealish vonir á. sem að Rodgers gat ekki neitt í fyrra. Grealish Já, ég meina, hvað átti hann fór svo illa með Liverpool einu sinni. En við verðum að... En hann er samt að fara fyrir 117 miljónum og við erum með. Þetta er samt Já, þetta er Englandsskatturinn. Þetta er það sem Chelsea hafa ekki verið að gera síðust ár. Þeir eru núna að sækja 2 reynslu mikla leikmenn sem geti gert mikið fyrir ykkur. Í Welbeck og Hendo. Já. Það geti gert mikið Ég held reyndar, sko, ég held að menn sé að sofa Welbeck. Því að, sko, ég meina fyrir áramót í fyrra, sko, þá voru menn bara að tala hann upp eins og ég veit ekki hvað, sko. Hann er ekki nema 35 ára líka. Mér finnst ekki vera að ræða þetta eitthvað mikið meira, mér finnst það að vera Já, ég skil alveg pælingar, sko, ég er ósammála en þú veist allt í góðu. Þá hlýtur Balti að skilja pælinguna með 13. sæti. Nei, það er bara komplett vitleisa, en alltaf næsti bolti. Hann var náttúrulega brjálaður þegar þú sagði það, sko. Herru, ok. Chelsea 9. herru, 8. sæti, þar er ég með Newcastle. Já, þar er ég með Liverpool. Það er sæmilega lélegt teik. Býtu, ok. Newcastle. Liverpool næsti. Newcastle, ertu með Liverpool þar? Nei. Ég er með Brighton. Já, ég líka með Brighton. Ég er Bournemouth. Ég er með Newcastle þar. Getum við aðeins farið yfir, já, bæði Liverpool og Newcastle. Já, þeir eru ekki heillandi, sko. Hefur þú séð klukkan þeirra það? Það eru bara allir á móður þeirra að flýja þennan klúk, sko. Það er einhvern veginn, það er allt eðlilegt við það að ég hafi sett Tottenham í Liverpool. Já, við þurfum ekkert að ræða það meira. Hóðið samt bara á Þetta með Liverpool á þetta? Þetta er bara Tottenham og Coventry og Aron. Aron. Já. Hann er með Liverpool í 8. og Tottenham í 13. Þetta gerpi þetta liðin á. Hvað er heillandi við Liverpool? Hann þarf meira til að kveiki mér heldur en þetta, ég veit alveg að grínast. Ég er ekki grínast. Ég veit alveg að þetta myndi... Ég er ekki grínast, því það er ekkert heillandi við ykkur. Það sem að ég veit alltaf við ykkur, sko, því að þið eru ekki með þjálfara sem er, sko, topp 13 í þessari deild, sko. Skilur mig, ég get enn 12 betri þjálfara í... Nei, ég er reyndar ósammála því, Ágúst, en það er ekki... Hvað er Carrick þá? Þeir eru ofan hann. Þeir eru ekki búin að sækja neitt leikmann sem er að fara að koma þeim í meistaradeild eða eitthvað slíkt, skilur við. Nei. Úff, ég get ekki hlusta á það, Theodor. Ronald Aragon og... Kallar hann Aragon? Kallar hann Aragon? Það hræðir þetta ekki. Jó, ég meina þeir eru að byggja ykkur vonir á að Vörts og Ísak loksins hérna... Já, og ég meina þeir eitthvað í gang, þeir hljóta að fara að gera það líka. Strákar, þeir þurftu bara 1 season. Þetta er bara kjánalegt hjá þetta. Hann veit að við erum að fá Barcola, þeir fá ekki 1 vinstri kantmann, það er engin sem vil fara það. Morten Rodgers fór til Chelsea, vildi ekki fara í þetta drastlið. Við erum með Trissolis.
Það veit ekki hver þetta er, hætt að hafa þessu kjánu, þú heldur ekkert að Liverpool fyrir 8. sæti. Ég er svona eða orku í þetta. Hver er betri leikmaður, Ødegaard eða Wirtz? Er það eitthvað debatið það? Úff, ekki vera kjánalegir. Ég held taka Wirtz, samt. Já, ég taka Wirtz þarna. Já, takk fyrir það. Takk. Þetta er sammála. Ég bara... Í dag, já. Hætt að vera í símanum þetta. Já, Viktor hérna, bróðinn, er fáviti. En hérna... 7. sæti. Gaman að sjá að Teddy er ekki, hann er að reyna að gera eitthvað klippvarm senna, augljóslega. Að setja Liverpool í 8. sæti er fáránlegt. Liverpool... Hann er að lendi Ég veit ekki undir, það er... Já, erum við að tala Liverpool? Já. Já, ára minn. Þetta er bara... Ertu að reyna að taka þátt í þessu gríni, Gústi? Nei, ég er bara að vera fagur. Finnst þér Liverpool vera það góður en í 8. sæti? Sko, mér finnst þér vera á bílu svona 4 til 8. Hvað segja? Við erum með bestu mið í deildinni, við erum með Van Dijk sem er bestu varnarmaður í sögu Premier League, sem er bara að fá aðra unga gæja með sér í lið. Og ég er með United í 8. sæti. Treystu mér, ég sá aðeins ofar á listanum, sko. Þetta verður bara verra, sko. Ég er með United í 8. sæti. Ok. Hver er rökið fyrir því? Það er ekki bara að segja, hver er rökið? Við erum bara með mjög vafasaman þjálfara. Til að byrja með. Ok, vafasaman í Carrick sem er alltaf... Já, Carrick sem er alltaf bara... Hvað er þetta í deildinni eftir núna? 3. Já, ok. Gríðarlega óreyndur þjálfari. Já. En byrju, ef hann... Og ég held að hann verður parinn fyrir hérna desemberlók, eins og þú sagði. Já, þetta er ekki... Og svo er náttúrulega ekki helvita lið sem að næri leikmann og Andri Santos fyrir 50 milljónum punda. Þið sóttuð Fernandes. Við erum ekki að tala tóttana. Það er bara þeirra þetta. Sko, ég skil pælinguna. Já, þú veist, þú ert vangið. Þú ert ekki aðeins og estur. Og hérna... Carrick er... Þetta var að leiða fótboltamanni að stjórna liðinu sem er bara nýbyrjar að þjálfa. Finnst þér það nóg gott, eða? Nú er ekki spyrur út í lofti. Nei, sko, nú verð ég að taka hann. Já, menn að vera í fótbolta á þessum að þjálfa, þú veist, ég get bara nefnt Pep Guardiola. Já, bara svolítið óreyndur þjálfara Carrick. Hvað er svona heillandi við þetta United-lið? Það er nefnilega málið. Við þurfum ekkert að vera rosalega heillandi. Við erum að koma bakdara með ná þessu móti, sko. Heldur við sé bara... Ég meina, hvar voru í deildinni þegar Amar fyrir reiki? Heldur við að vinna mótið? Já, við erum að fara að vinna mótið. Hvaða mót? Englandsmeistaramótið. Þetta er ljótt. Þetta er ljótt streik. Ok, já, þetta er fáránlegt, ok. Höldum áfram með liftan. Besta hópinn. Sendið þið inn eða þið eru ósammála að sammála okkur. Ég er búin í 8. Og erum við búin að fara í 8. Þú ert ekki að grínast. Nei, ég er ekki. Nei, við erum búin að fara í 7. Þetta. Förum við 7. sæti. Tottenham með mér. Ég er með Fulham, en það er samt eðlilegt, það er eiginlega ofalega. Í alveg. Ég er að reyna að vera faglegur. Já, þetta er eiginlega... Ég heyra að menn er í bullinu. Það er mjög skrítið. Já, þetta er mjög skrítið. Ég er með Fulham í 7. Ok. Er það eitthvað skrítið? Það er Fulham fyrir ofan. Liverpool Arbeloa er heillandi þjálfari búinn að gera heillandi kaup. Ertu sammála með það? Annarkvort gengur það alveg upp hjá Hann er svo mikið að bulla. Þú ert svo lélugur leikari, drullar í alla og í að það drastlið þitt. Það er versti leikari sem ég séð. Fulham fyrir ofan Liverpool, drastlið. Já. Takk hann trefil, ég vona að fá aldrei aftur að fara á Arsenal-leik í lífinu þínu. Fórst að grenja á þetta jöfna mútið City, sorglegast að klippa sem ég séð. Hvað með unnuleikinni? Unnuleikinni. Ok, tekka þetta baka. Þetta baka með Ég var bæðið á þeim leik. Nei, þú vart á einhverju... Það er vídeo sem ég æli að veita á þeim leik. Herðu, 7. dag, hvað segir þú Ísak? Ég er með Brighton, ég held ég að glimt einhverju liðið ná. Ok. Nei, ég ætla bara að setja Brighton hann líka. Ég held ég að setja Brighton hann. Ég er með Brentford í 7. Ég er með Newcastle hann. Nei, jú, ég er með Newcastle hann. Ok, menn eru spenntið fyrir Brentford. Hann er aðeins fyrir aðeins það er Newcastle, því að þið tveir eru að setja okkar í 7. og 8. Já, ok. Þetta er eitthvað mest óheillandi lið núna bara leiðin í tímabili, sko. Ég ætla alveg að viðurkenna það, Ísak minni. Ég fór ekki og lá yfir hennar lista sem ég voru að skrifa hérna, sko. Það er mögulegt að gera það, og þetta er alltaf fíbli. Sérðu át, Tonali, Gimares, Gordon, Trippier, þú veist, hver eru eftir? Já, ok, vá, hvað er óspennandi. Geturðu nefnt mér einhverja leikmenn sem eru eftir? Þetta er þetta rétt hjá og missa sér eftir. Fengu bara Mo Bamba þarna líkin. Já, þú ert með þá í 7. sæti. Já. Eftir að þeir eru búin að missa all. Þeir eru að missa þessa eftir 7. sæti, Aron. Hæ? Þú með 8. sæti? Já, ég var með 8. Já, þeir eru náttúrulega ekki neitt mestur. Hvað er það þeim? Við náttúrulega, það er alveg erfitt að líka vera að spá í þetta. Glukkin er ekki, það er ekki búin. Já, það er mjög góð punktur á Gústa. Shit, þú ert eðlilegur, maður. Já, það er eðlilegur.
Finnst það gekk eitthvað að menn taka upp bara, þú veist, að nóg eftir glugganum þegar hendar. Að við vorum að tala áðan að við værum bara að fara eftir rétt. Já, ok. En samt, ég mátti alveg segja það Barcola sem augljóslega kominn, hann í bíl og Ég ekki leikmaður að koma inn til Newcastle. Strói. Maður veitir rétt svo vona. Já, auðvitað. En hver ætti það að vera? Herðu! Þeir finna bara Sjöunda. Já, með Brentford Já, við vorum búin að segja Brentford og Brighton. Ég er Brighton. Brighton, já, við vorum að tala um Já. það. Eru menn spennandi fyrir Brighton, eða? Já, þeir eru með frábæran hafsend núna, Vuskovic. Já, ok. Sem þið köstuðu frá okkur eins og hverri annar kúka blífið sér umulega félagi. En það uppvalda Tottenham snillingin. Er það ekki? Sjötta uppvalda Tottenham undrabandið. Hver er það? Luka Vuskovic. Já. Það þarf að auglýsa fyrir þessum hverju þið er. Hver? Einhver leikmann sem er hann. Ég veit ekki alveg hvort að fólki heima veit ekki Þetta er leikmann sem þú ert að tala um, Vuskovic. Ok, næsta mál. Næsta mál, við erum að gera þetta sjálfsögum með Snickers sinu góða. Sjötta sæti, við erum konur í top 6. Núna fer hitin að koma og ég... Sjötta sæti, Aston Villa. Ég er með Aston Villa í sjötta sæti. Ég er ekki sjötta. Ég líka. Allir með Aston Villa í sjötta. Já, ég er flott hjá okkur, ég er með United. Já, ég er með Bournemouth. United í sjötta? Já. Top 6 og við erum mættir, þú færð að sitja hérna. Núna erum við að fá vinstri handar riðrildi. Hector var að senda á mig, hann er í chattinu, hann er að senda hérna, getur við fengið boxing match, Teddy Gústi. Það var gaman að sjá. Ég Gústi myndi pakka mig saman, sko. Já. Það er gott að vera fælið. Sjá, þú veist, maður eiga, séu búin að lifta, maður. Eitthvað er að gera það að hóða þarna niður í Hafnarfirði. Hann var helst í júni. Svöfull, sexy maður. Þetta er kreatín. Grínast. Þetta er kreatín, svo að mér. Hann er að leita fréttum og sjálfum sér. Já. Það var eitthvað, stóð ekki Gústi það með nónis. Þetta er framtíð Guðjón Valls. Það fór beint í þetta hérna. Já, herri. Óvissa. Ég sé samt að stendur Ágúst Guðmundsson, heyrst hefur, úrst að lesa. Já. Það er hafið það, en ok, Man U í sjötta. Mér finnst það rosa fer maður. Top 6, við erum bara talið. Mér finnst það er bara ekkert af því, Man U bara sjötta bara mjög eðlilegt. Já. Ok. Er það 15 núna? 5. sæti, ég ætla að byrja. Þar er ég með 5. sæti Manchester United, nú þú. Okay. Sorry, hvað er leiðileg. Já, ég breyti listanum mínum eftir klukkan 16:00 í dag. Jæja. Það er 0 ára yfir þessum Enzo Maresca loser. Það er... Haaland sá ekki til sólar í dag. Ég hef Manchester City í dag. Þeir eru búin að missa Bernardo Silva, John Stones, Rodri er að fara. Það er ekkert að gera. Ekkert. Þannig að ég set ykkur 5. Ok. Loksins geta Arsenal-menn verið bara svona nokkuð veikir. Já, 5. sæti. Við með Haaland, ná ekki, það er 5. Ég er með hérna kanónurnar í 5. sæti. Hvað er það? Arsenal. Þið takk líka. Hann er ekki búin að nefna tóttina. Nei, hann er búin að nefna tóttina. Þetta verður bara að verða, sko. Hann... Virði þetta maður. Að þú voru að segja það sem engin annar voru að segja. Ég elski þetta. Ég hef engin annar myndi að þú að segja þetta. Þeir eru ekki það spennandi. Nei, Ég vorum að leika okkur að... Þetta er ekkert að þóra, þetta er bara sannleikur hjá hann. Já, ég meina ástæðan af hverju Arsenal er deildin í fyrra er út af því að það er einhvern samkeppnisæli. Það vantar samkeppnisæli. Er ég sem að ruggla þegar City deildina fyrir Arsenal? Endur þeir ekki í 5. núna? Það er 4. Hverju? City, í fyrra núna. Nei. Þeir eru unni hitt í fyrra og þeir lentu í öðru. Lentu í öðru. Já. Já, ok. Það er gott að heima var. Þú þarf bara að horfa á 2 lið þar að City er annarkvæmt alltaf í fyrsta öðru. Nei. En ég veit ekki nú það, ég var með City í 3. fyrir klukkan 2 í dag. Í 3. En síðan horfði ég á þetta. Það verður fægilegt að sjá hvað þú situr hann. Já, það er einhvern veginn ekkert heitandi við þetta. Sorry, en að setja City í 5. er galið. Það er galið teik. Galið. Ég er með United þarna. En veitu hvað ég sagði United í 5. Veitu hvað ég sagði fyrir tímabilið fyrir? Í það að Bournemouth myndi lenda fyrir ofan Liverpool. Já, ég er ekki orðafjöldið þinn að vera komin í hámark núna. Jú, nei, hann er komin í hámark. Þú það er gaman að tækla þetta núna bara. Það er að fæglegur City-spilinu. Erum við í 5. ennþá? Við erum í 5. Ert þú hvað er þú með 5? United. Ok, þú ert fáið ég er með Arsenal í 5. líka. Hæ? Ég er með Arsenal í 5. líka. Ok, strákar, eitthvað City vera galið teik. En hlustið á þessum, sko, er eitthvað að ykkur? Ágúst. Við erum live hann, ekki að við verðum reyðir, ekki sem ljóta orð. Ég er alveg til að rögla þetta, sko. Ertu með Arsenal í 5. líka? Já, það er bara gaman að sjá. Þetta er ógeðslega skrítið. Það séu fleiri vitir hérna.
í stúdíónu hjá Arne Val. Hann á ennþá Tottenham eftir, sko. Já, ég veit það, ég sá hvað hann setti það, sko. Það er ekki fallið sjón. Við erum basically bara fyrir þetta, sko. Ekki fallið. En já, Arsenal, hvað getur maður sagt? Nei, verða það ekki að rökra? Ertu ekki myndgöld? Jú, Rökraða hvað? Ég meina hvað? Það heldur að sé Við erum núverandi Englandsmeistarar. Já, en hvað? Hvað er það sem segir ykkur það að við séum að fara að lenda í 5. sæti? Þeir eru búin að missa eitthvað besta leikmann, til dæmis. Ok. Besta leikmann. Reynum að, ok, þeir eru búin að missa besta leikmann. Hver er það? Leandro Trossard. Já, hann var mikilvægasta leikmann Arsenal síðan. Nei. Hvað vilt þú meina? Leiðu þeir mann sem tala? Já, þeir eru náttúrulega búin að missa Trossard, sem er bara mjög dýrt. Mikilvægasta leikmann í fyrra, erum við saman að það? Nei, hægt að taka undir. Svo eru alls konar leikmennana sem komast ekki í landsliðið sín. Bara alls konar leikmennana. Af hverju? Að þeir ekki nógu góðir. Senni Lammers. En ég meina, svo ertu með líka, þú veist, maður hefur séð þetta svolítið ofta eins og með restin hann bara 2016. Þú veist, lið... Ætlum að bara byrja það saman? Ég veit að það er lið. Við getum ekki byrjað restin. Jú, ég meina, menn verða sattir. Og við erum svona... Nei, þetta er bull, en hvað er franska hana? Hvað er Saliba lengi frá? Þetta er góð bútt. Ég var að segja, Kristján Moskvíra, hann var að leika sér á hann. Ok, þannig að þú trúir á hann verði... Heyrðu, hætt að tala um það fyrir aðra þegar við erum að tala um Saliba. Já, ég var að tala um það, Kristján Moskvíra er að replacea. Ég var að spyrja þig, hvað er hann lengi frá? 4 mánuðir. 4 mánuðir? Það er ekki séns að þessi gauður sé að fara að standa á vaktina hana í 4 mánuðir, sko. Hann eiginlega Champions League fyrir ykkur. Hvernig erst þú með í fynda? Býta aðeins, hætt alltaf að skipta. Hvað er aðeins? Þú veist þessi Moskva er að eiginlega hann ekki Champa fyrir ykkur, já eða nei? Nei, gerði það ekki. Ósnarfarður það nei. Ég er ekki með breytt. Það var náttúrulega þessi helvítis brassi alltaf. Erum við ekki með breytt? Við erum með stærsta hópinn í deildinni. Nei. Þú veit líka léleg. Svo er ég líka að sjá, er ekki... Léleg, ekki leikmenn. Þið eru að eldast við einna. Hvað er fyrir fótinn á Lacey og Greenwood? Það kemur ekki. Lacey? Lacey er sturglað. Ég fæ ekki að koma Trent inn líka. Þið eru að eldast á eftir Miles Lewis Kelly núna. Heyrðu, hann er ekki lengur ungur, sko. Ég er að tala bara 17 ára. Er hann ekki... Hvað er að gaman? Þú ætti að nefna Phil Foden. Já. Lacey, hvað hefur Lacey gert? Ég er að tala um þegar Phil Foden var að koma upp. Já, hvað hefur Lacey gert? Lacey á eftir að gera. Höfum okkur sem menn, við skulum ekki vera að öskra. Hann er að haga sér svo fáið. Ég er sammála Arne. Við skulum hafa okkur sem menn, þetta er ekki vera að öskra. En svo er ég... Hann hefur rétt á sinni skoðun. Þegiðu Arund að taka þátt í þessu bulli með þér. Svo er ég með 1 punkt viðbót. Ég var að sjá frekar svona sjokkar þetta á náðan. Ég var að sjá Martin Elling geti verið að fara líka. Sem gæti bústa samt Arsenal ofar, sko. Nei, ég held nefnilega ekki. Nú. Og attitútið sem Gabriel leikmann er líka. Og ég meina, ég held að Martin Elling sé góð fyrir móran. Þannig að hann klúraði... Djúið hann lélur á háan. Já, hann er ekki að djóka. Djúið voruð margir lélir. Var einhver Arsenal góður á háan? Nei, já, Halladri. Saka skoraði ekki þegar í síðasta leik. Hann í þriðastöðleiknum. Alltaf leikin sem skipt ekki máli. Já. Hvað er langt í að Ræs verði í? Nei, það er rétt þar. Það var engin... Ræs verði off. Ræs er besti fótballtamaður í heiminum. Já! Hvað er langt í að hann springi? Bara, hann er búin að spila of mikið núna. Hann og Saka, mér finnst þeir vera helviti tæpir. Saka og Ræs. Ég er að meina að Ræs er besti fótballtamaður í heiminum. Við verðum að halda ára með spanna, sko. En svo er náttúrulega Saka bara mediocre leikmaður. Ég ætla bara að koma þess út í loftið. Og því við erum allir að hugsa þetta. Veistu hvað? Ég og 2 vinir mínir vorum að ræða þetta á hann. Já, það. Við vorum að ræða þetta, við erum alltaf mistum Sala sem er hrikalegt. Og vorum að ræða þetta, Madueke nú er alltaf bara komin yfir Saka. Já. Vorum að ræða, myndum við ekki bara vilja fá Saka yfir í Liverpool bara, þú veist, hann er efnilegur, komumstu bara þegar liðist að hann er ekki svona góð. Nei, hann er completely mediocre leikmaður. Ég veit það, leiðilegt að sjá þetta fara svona. Já, ég veit það. Ég er svona, það myndi ekki koma mér óvart ef hann er í VRL eftir 3 ár. Já. Ég langar að ræða eitthvað annað en ég er samanlega. Þú ert að tala um þetta að menni að vera að fara. Taka núna, ok? En ok, hann er rétt að svona skoðun. Mér finnst það mjög fair. Þeir eru ekki með Saliba næstu 4 mánuði. Moskít og Blöðan verður ekki að gera neitt annað. Hvernig varst þú með í 5? Ég er með Liverpool 5, ok. Þú er með Liverpool 5. Ok. Það er eiginlega bara mjög fyrir. Já, ok. Við erum eftir að fá Barcola og Mbæ inn. Ok. I'll take it. Ekki tekið eftir að koma vinstri kantinn. Þú ert að glíma þessu mörg vandamál. Ekki tekið fráfram áramótum, það ekki? Jú, en við fáum hann inn eftir áramót þegar menn verða fyrir. Þetta snýst um að taka desembermánuðinn eins og maður, sko. Já. Ekki tekið verður ekki það. Við vinnum ekki alltaf deildina fyrir áramót eins og Arsenal. Reyndar unni fyrir en það var heppni. 4. sæti. 4. sæti.
Ég er með... Þar er ég með Manchester United. Ég ætla að breyta það sem er, já. Ég ætla að vera með, ég er með Chelsea þar. Jæja. Þú ert Manchester United, segir við? Já. Ok. Hvað meinar þú samt, jæja, með Chelsea í fjórðastig? Hvaða heldur væntingar eru? Nei, því að þú varst að breyta bara. Já, ég hugsaði þetta bara. Ég sá listaðinn áðan, sko. Ég var aðeins áttar listaðinn fyrirfram bara. Það var bara það, sko. Ég er með Liverpool þarna. Já, hvað er það? Í dagsmót, erum við fjóra? Já. Ég er með Liverpool fjóra. Hvernig ertu með í fjóra? Þú ert með Liverpool. Ég er Aston Villa. Já. Ok, þú ert trú Aston Villa. En þú? Já. Ég var með Manchester City í fjóra. Já. Já. Ég var með það í 5. Það munur einu sæti. Hvernig er það galið að ég sé með það í 5? En af hverju segir þú fjóruða? Þú meikar engan sens, Aron. Sko. Þú varst að reyna að búið til Þetta er bara klipp bara með til klipp. Já, nú varst þú að reyna að búið til klipp. Herru, ég er búinn að vera ógeðslega faglegur hérna. Ég er ekki að búið til klippi. Það er náttúrulega maður með trefilin náttúrulega búinn að vera langvestur, sko. Já, ég er ekkert að búið til klippi. Ég er aldrei að búið til klippi. Þannig að fyrsta skipti ég var að hoppa hérna. Er þetta bara þriðja? Ég sá eftir því. Auðvitað sér eftir því. Ég sá eftir því líka. Já. Það er þriðjastig þá núna. Ég er með Liverpool í fjóra. Já, ég held sko, þið er náttúrulega bara eftir að koma Ísaki inn í lyftingasalinn, sko. Maðurinn er náttúrulega, sko, Getur ekki það. Það er bara, þú veist, Síðan er lélugur. Sorry. Ég veit að Vörts er búinn að sína aðeins, sko, en þú veist, Ísak verður að fara að rífa sig í gang, sko. Hvað það ekki kemur ekki inn fyrir í janúar, sko. Hann á mikið inn í Ísak, held ég, og það hæði mig aðeins. Ég meina, auðvitað var hann frábær, þess vegna er ég með þessu móli. Ég hef trúið að hann muni geta eitthvað. Sjáum við bara hvað gerist í ár. Hver er betri leikmaður? Sjáum við bara hvað gerist í ár. Hver er betri leikmaður Ísaka Gjörg Geris? Ekki reyna að stinga heilan á mér. Ekki reyna að prófa það. Nei. Ég er með svona dæmi. Mér finnst þér að Ísak er heillan að betri leikmaður. Nei. Mér finnst þessi tveir leikmenn í sömu setningu óunnið í gegnum fótbolta. Já, mér finnst það líka. Mér finnst það ógeðslega leiðilegt að heyra þetta því Ísak er besti leikmaður, besti strækir í heiminum í Newcastle. Það er bara leiðilegt að heyra. Já, það er aldrei fullnámsgengið. Og Jókir er svo besti strækir í heiminum í sporti. Tetti. Það var að hendi í trennu á móti City. Tetti, settu þetta uppi og hætti að tala. Þetta var klipp, það var að klíni hérna klippu. Settu snikus upp í munnuna. SP. Settu snikus upp í munnuna þér. Þú ert ekki úr sjálfur og svongur. Hvað færðu mikið fyrir að, hvað skeitt sem setur það í kameruna? Herðu, ég fæ hérna, fara að tala það. Snickers er bara stoltur samstagsali þættinum. Já, erum við samt í... Sem að ræða fótbolta og Snickers tengir stótt fótbolta. Ég meina það er gott inn í klefan til þess að bústa eins og þið þurft Snickers á móti Arsenal. Er ekki sammálað það? Móti Arsenal. Móti Afturlík var ekki. Þú sagði það? Þú sagði Arsenal? Já, Afturlík var ekki móti Arsenal. Já, bara hörkuleikur sem fór í sko. Skiptir ekki máli. City í fjóra, það er bara mín skoðun. Það er bara ég... Við erum komin í þriðja. Já, bara ég sá það á þann að það er alveg rétt á mig líka. Það er alltaf ég að faglegur og setja Chelsea. Já, velgert. Þriðja sæti á mér er... Þriðja sæti Chelsea? Já, ég ætla að vera faglegur. Ég held að það gæti orðið frábært tímabil hjá okkur, en ég veit að líka að... Þriðja sæti er alltaf frábært tímabil fyrir ykkur. Já, auðvitað. Þess vegna er ég að segja, þú veist, ég gætum alveg knoppað... Nei, þess vegna er ég að segja okkur svona ofan, út af því að við erum með hínunum öðrum keppnum. Ég set Chelsea í þriðja sæti. Já, ég er með Aston Villa í þriðja. Hvað ertu? Það er afvér. Já, þú átti þá eftir. Já, hann er ekki helvita. Ég meina, Gauti setja þú í fjórða, þannig að það er ekkert eitthvað... Ég er með Liverpool í þriðja. Þannig þú átt Tottenham ennþá eftir. Bara því hann setja á í fjórða, er það þá eðlilegt að ég setja á í þriðja? Ég hendi Tottenham í þriðja mér. Jæja, Gauti minn. Mér finnst rosalega gaman að sjá hvað menn eru faglegir hérna inni. Hefðu þú ekki gett smá heimaðinu? Gauti er greinlega sonur pappa síns, veit greinlega mikið fótbolta. Það sem að faðir hans er að fara að skjóta HK upp í efstu deild og ég sé það greinlega bara Gauti veit... Sér hugmyndafræðina hana? Já, ég sé hugmyndafræðina hana. Það er gott. Ég þurfti bara að vera góða við þinn. Já. Ég raun og ættir ekki að vera hérna, skilur við, en ég þarf að gefa þér þetta. Ég raun og ættir ekki að vera hérna. Ég verð ekki að gefa þér. Þegar ég held að menn var að fara á fæli. En allavega. Og svo bara þetta hérna. Ok, Tottenham í þriðja. Við ræðum það eftir þátt bara. Áhugavert komment. Aron, ég sá því í City treyja á hann. Sko, ég þarf að rauksta þetta. Ég gerði þetta út af Ég ekki setja það í fjórða og við erum bara... Hei, ég þarf að rauksta þetta. Ég var að gera þetta út af ég ætla að hata Arsenal meira en allt í lífinu. Þannig að ég fer alltaf í treyja á móti því, skilur. Þú ert grei. Alls ekki. Jú. Hvað meinarðu? Ég held bara með City á hann. Já.
Við búum þess að það var eins og vonbrigði. Sko Arsenal, ég og Arsenal, við búum rent frí í hausnum á okkur öllum. Þið eru allir sorglegir þegar kemur á Arsenal-umræðu. Það er enginn af ykkur faglegur þegar kemur á Arsenal. Enginn. Það er allir búin að fatta þetta hotspinnu-drast hjá okkur. Þeir eru svo lélegir og... Já, góð punktur að það hjá Birgir Liljari. Ég ætla að gefa hann kúta fyrir þetta. Eins og allt sem Teddy. Veistu hvað Champions? Það skrifaði ekki neitt með bara ljóta heim. Svo bara hægt af. Það hefði getað sagt einhvern sem hann var því meira. Og var reyðið bara eftir. Herri, ég get ekki meira af þessu. Haraldur veit svo lítið. Það er ekki líka kút og svo Teddy, hefur heyrt Champions League? Teddy, hefur heyrt Champions League? Bara Evróputitil. Hefur heyrt Champions League titil? Hann er eitthvað að bæta Evróputitil í. Það er Evróputitilin er Þið eru ekki með einn Champions League titil. Þú talar þessu sem er fokki marga. Ekki einn Evróputitil. Pældi, þið hafið ekki unnið Champions. Ég veit það. Þetta er ekkert eðlilega fyndið. Við vorum alveg svakalega grátlega nálægt í. Eins og allt í lífinu ykkar. Þið hafið ekki unnið Evróputitilina heldur. Spólum bara 2 minnum baka. Þið eru sorglegir þegar kemur á Arsenal. Það er náttúrulega ægilega mikið fyrir að vera grátlega nálægt þeim. Veitu hvað, erum við búin með 3. sæti eða? Hvað getur hann keypt hann? Voru allir búin með 3. sæti? Ég er með Chelsea í 3. sæti. Þú með Chelsea. Við erum allir með Chelsea. Hvað er þú með? Mér finnst Chelsea alveg smá spennandi. Já, ég held að þetta gæti verið frábært. Hvað er þú með? Ertu með Chelsea? Nei, ég var með Liverpool í 3. sæti. Eru allir búin að segja Liverpool? Já. Er eitthvað grín í gangi hérna? Er þetta eitthvað grín? Þið vitið... 3. sæti er samt hörku sæti. Alls ekki. Liverpool er alltaf lið sem er að berjast í... komið tímabili fyrra og þið lagt í 3. sæti. Þú veist að bæði Barkóla og Mbaye er að koma í Liverpool og veist það alveg. Þú veist þetta innst inni. Ok, Mbaye er náttúrulega ekki einhvern hörkuleik maður. Nei, ok, svo sem alveg rétt. Ef þú þá taka... Æ, uff maður. Getum við látið hann byrja á öðru sæti? Já, byrja þú á öðru sæti, Balti gull. Þar erum við með hérna Tottenham Hotspur. Í öðru sæti? Já. 15 sæti bara. Þú ert vitviltur. Þetta er samt, þú veist, sá þetta alveg fyrir, skinn. Já, þetta var sáum þetta fyrir. Ég er í áluninu samt, ég er að eitthvað að velta því fyrir mér hvort að ég á að setja það í fyrsta annarsti. Og það er bara því að, þú veist, ég er að sjá fyrir mér eitthvað svona pínu Leicester momentum hana, núna. Já, þannig að þið eruð, þú kallar ykkur Leicester. Það er bara skot. Þannig að þú átt basically þannig að þið er basically fallið. Já, ég er alveg til í það. Ekkert á milli. Nei, og þá var maður alltaf í einhver spennu. Ég held, Balti, að þú sett eini Tottenham-maður í öllum heiminu sem er að spá okkur öðru sæti. Já, í alveg. Nei, það er ekki rétt. Ég held að það er fleiri Tottenham-menn sem spá okkur verið neðan 10. sæti. Já. Nei! Strákar, getur við verið Alls faglegir? Fleiri hérna niður. Ef að menn eru faglegir, þá spáðu þeir fyrir neðan 10. Ég meina, position erum við örugglega með... Sko, halló, við erum að tala um eitthvað á Tottenham, við erum í 17. 2 röð, þú veist, eru menn eitthvað að tala upp, eins og það, skilur, að Bournemouth sé allt í að fara að lita í top 3, nei, það er enginn í heiminum að tala um það, en það eru sumir veikir sem að tala um að Tottenham getur að top 3. Bournemouth er ekkert að punga út þessum pening sem við erum að gera núna. Mér er alveg sama hvað eittir leikmann, gæði leikmannna breytist ekkert út og eyðir 85 miljónir í. Þú ætti að ekki vera næstur, en það, hérna... Ég grátbyði, Balti, getið ekki Þeir eru það með Davíð Simons. Já, ég er mjög til að taka Gakpo, Getið tekið Gakpo á strax. Við erum náttúrulega með besta hægri bakur í heimi. Ég bið þig. Þeir taka afgang. Býtu, hvað sagði það? Við erum með besta hægri bakur í heimi. Og það er ekki gera annars. Pedro Porro. Nei. Þeir eru náttúrulega, þeir eru þekkti fyrir það að taka afganga, sko. Já, svo erum við með reynslu mesta vinstri bakurð ensku deildarinnar. Er það ekki rétt sem við ráðum? Hvað sagði það? Reynslu mesta... Liverpool maðurinn var að tala um að hann væri afgangur. Ég var í freka til að hafa Luke Shaw í leiknum mínu en Andy Robertson. Já, hann er samt reynsla. Hann er big, feitur, getur ekki rast. Ég er sjálfur núna feitur. Við vorum með nákvæmlega sama back 4 árið 2022 því að ekki ná bætt. Nú erum við með Van Hecke. Ég ætla að breyta þessu. Feitum ekki aðeins. Þú getur hérna gemt þetta. Ég ætla að tóta hann í fyrsta seti. Og sitt í annars seti. Við skulum aðeins blokka Balta út af þetta smá. Þetta eru mestu veikindi sem ég hef heyrt. Hvað setur þú í annars seti? Ég hef með Manchester City í öðru seti. Já, ég hef með City það líka. Ég er með Chelsea. Ertu að spá United? Chelsea í öðru seti? Já. Mjög veist þið líta vel út. Strákar, veist ekki neitt af þið eru að kalla mig veikur hérna. Ágúst Guðmundsson er með United sem meistrar, sko. Hvernig ertu með í all? Það er tölvöld líklegra heldur en Tottenham í fyrsta. Nei, þeir eru í meistaraldri, við erum bara í einni deild. Bara fókus og einni deild. Ertu með United sem meistara? Það sjálfsögur í United í fyrsta seti. Ok, eru allir hérna með... Á hvað það spura maður?
Getur þú farið yfir vörnina hjá þér og segja mig hvernig það eru Premier League winner caliber leikmenn? Bíddu, ég ætla aðeins bara að klára. Hvað er sem er öðru sæti? Já, Arsenal. Arsenal er öðru sæti, ok. Bara mjög Ég flott. er faglegur City-stuðningsmaður og ég veit bara, Ok, þið við erum getið eitthvað en þið eru bara ekki nógur. Byrjum bara á Gústa, við erum konur í fyrsta sæti. Þú setur mannjú í fyrsta sæti. Af hverju setur mannjú í fyrsta sæti? Af hverju? Mér finnst bara góð orka yfir þessu. Já, þegar menn tala um þetta frábæra varnir sem hafa unni, þú veist, Gabriel Saliba hérna í fyrra, sko, þú veist, þetta er Luke Shaw, Harry Maguire, Lisandro Martínez og Daniel Diouf Dalo. Aldrei að fara að vinna deildina. Aldrei hliðin á Gabriel Saliba. Hættu að blanda ykkar ruslin. Ef að fara í chat. Okkar rusli, þetta er í alvörunni. Hver er betur leikmaður en Sandro Martínez að Gabriel? Varnarlína sem Arsenal vann með í fyrra er besta varnarlína í sögu ensku úrvalsdeildar. Nei, hann er betri varnarmaður. Útserinn er nú alveg... Nei, strákar, ég vanda Arsenal meira en allt. Gabriel er besti varnarmaður í heimi, sko, eftir Van Dijk. Nei, ekki ennþá. Hvað meinið þið? Nei, hann er það. Nei, okkur var það ekki betra á hann á stærsta sviðinu. Já. Á eftir Van Dijk samt. Á eftir Van Dijk? Nei, hann er besti varnarmaður í heimi í dag. Strákar, hver er það besta ágætti í heiminum í dag? Það er Gabriel, en sko, ég er ótrúlega Van Dijk. Í alvöru? Já, ég held að sé það í öðru, sko, en ég held að sé ekki betri en Gabriel. Finnst ykkur Gabriel í alvörunni besti varnarmaður í heimi í dag? Ég væri til í að heyra ykkur betri. Alls ekki, sko, mér finnst það Ég er markið í maður. Já. Þetta er ógeðslega skrítið. Ég tek Kubarsi fram yfir hérna. Hann er þetta frábært þig. Það er þetta frábært þig. Nei, við... McKinney líka. Ennþá. Ég held að glugginn er ekki búið að loka. Við erum við fáum einn leikmann, einn miðjumann og einn miðjuverð. Hver einn í chatinu er sammála Gústa með að Manju séu að fara að vinna deildina? Já, nei. Þú ert að spá þeim þegar þú ert að spá ykkur titli. Hærri líkur á Coventry takk í deildina en Tottenham. Það er frábært þig. Já, Gunnar Ígúl, góðu félagi minn sem ég var með honum í gær. Ég var að hljáta þetta, hann er the Stocks guy. Já. Rosalug. Við erum að spá þeim að vinna titilinn, en þeir eru eftir að sækja starterinn í vörninni á sér og inn á miðunni á sér. Nei, við þurfum ekki að segja henni á startera, sko. Já, bara einhvern veginn bara... Ég lið okkar er bara klart. Það er Lammens að fara að vera Englandsmeistari. Lammens, var hann ekki góð sem besta sænið í fyrra? Gústi, þegiðu, Manju er ekki lítið að fara að vinna deildina. Þið eru að hætta að hafa það frá bjáni. Ég gef ykkur það, þið lítið ágætt lút. Þið eruð að fara að berjast meistaradeildarsæti og vera þar. En þið þurfið miklu meira til þess að fara og berjast Englandsmeistararnir. Þið eru ekki eins og að fara að berjast Hver er að fara að ræða 25 mörgum plúsa? Nei. Hver? Benjamin Sesko, Ryan Mbeumo og Matthews Cunha. Já, bara allir, bara 75 mörg sikkur hérna. Nei, alls ekki. Ætlaði að vera með Lammens vittlýsings hundin á það í markinu. Þetta fyndið. Er þið með marga betri sóknarmenn heldur en Matthews Cunha í dag? Eru margir? Svona actually, betri sóknarmenn en Matthews Cunha? Hann er topp 25 sóknarmenn í Prem. Ég geti nefnir bara 5 betri. 5 betri? En maður sóknarmenn? Já. Ég held ég geti nefnt 5 betri í Liverpool. Nei, ekki alveg 5, ekki 3. Með seti í Galleríka. Saka. Nei, ég er ekki saman að Saka. Þetta er komið bull, þetta er komið bull. Ok, ekki tíkja. Algjört rugl. Ísak. Ekki fyrir ekki heilir. Sem eru betri en... Er þið betur en einhver leikmann? Já. Ekki tíkja. Strákar, Richarlison, Mattis Tess. Nei, Kutus. Það er að byrja frá rauk fyrir Tjá Petru, sko. Já, Tjá Petru líka. Það er að byrja frá Já, ekki Saka, Jókeris, Haralds og... Nei, ekki Saka. Ok, ekki strákar. Ég var Saka, mögulega. Liverpool. Ok, svo við erum komin bara eitthvað algjört rugl hérna. En, sko, ég ætla að vera sammála svo þetta. Manju þeir eru augljóslega vera betri. En ég er alveg til að gera bett að Manju mun ekki vinna deildina næstu 10 ár. Ég er tilbúin að... 10 ár? Ég held það. Ég telti 100 skall á það. Bara núna hér og nú. Það er eitthvað takt í höndinu. Næstu 10 ár? Nei, næstu 10 ár. Hvað meður, 100 skall bara strax? 200? Veitu hvað? Manju vinni deildina næstu 10 ár, ég lofa þér. Nei, ég var að segja 100.000 skall. Já, að Manju vinni deildina... Það er sann svo leiðilegt bett, strákar. 10 ára alveg mega langt fyrir þetta, sko. Já. Þú er komin í hæstu ræði eftir 10 ár. Ágúst, þú veist að hann verður búin að gleyma þessu eftir 10 ár. Nei, ég... Veistu hvað, ok, Ágúst, ég til að taka hendurinn á þér, en veistu hvað leiðir þetta? Það verður hann 30 með nokkuð börn og með konu og þú ringir í mig, ég til að borga mér 100 ára skatt og þetta handboltaferillinn virkaði ekki. Handboltaferillinn muni virka, menn ég ekki eða neitt pening, sko. Ég er nú meira á streyminu þetta að vera góður handbolta. Alls ekki. Jú. Græða á streyminu, hvað meina, þetta er bara stemning. Ok.
Þetta er mega óþægilegt bett, sko. Já, þetta er ógeðslega óþægilegt. Þetta er ógeðslega óþægilegt. 100 kall er líka rosa hátt. En megum við fara yfir fyrsta þætti í Þetta verður ekkert næstu 10 ára, þetta verður í maí á næsta ári. Tökum við hendina og við ræðum eftir á. Þetta verður í maí á næsta ári. Hæ? Það verður náttúrulega í maí á næsta ári. Tökum við hendina, engin peningur. Við ræðum setna hvað við gerum með þetta. Ég er sannfærður það mun ekki gerast. En ok, við vorum konið í smá rugg. Já, United. Já, ég er með United. Í fyrsta. Já. Ok. Já. Ég er með Tottenham fyrsta. Fótboltinn tapar og Arsenal vinnur. Hvernig ertu með í öðru? Arsenal vinnur aftur. Ég er með City í öðru fyrsta og Tottenham. Í miður. Já. Arsenal. Takk. Arsenal. Já, og þú ert með Liverpool. Ég? Já, sjálfsögðu. Hvernig ertu með í öðru? Ég er með Arsenal í öðru. City hvað? Mér finnst Arsenal alveg mér finnst þeir geta náð öðru sætinu núna, þú veist, þeir eru með, skilju, þú veist, Arteta er alveg byrjað að fatta. Hvað er hann að slæja? Ha? Nei, ég meina... Þetta liðið lendi 2 ár í röðu 17. sæti. Sko, Arsenal er... Arsenal er með alla börur til þess að ná öðru sæti. Ég er, þetta, horfa á mig, ég er ekki að segja við. Mér finnst Arsenal, þú veist, Arteta er komið með, þú veist, hann náði titlinu núna, skilurðu. Þú veist, náttúrulega líðast deild sem hefur verið lengi í. Nei, en deildin hefur aldrei verið jafn sterk og hún var í fyrir. Já. Nei. Ekki, ég þól ekki svona rugg. En strákar, mér finnst mjög vafasamt að það er ómargir, þetta er 2 að spá Arsenal-deildinni. Já. Með 3. Hafa þeir... Við göttum mig líka. Þetta er mitt í eftir. Ég get alveg sagt það. Það var Arsenal unnið til þessu röð. Það er allt annað að sækja titildina verja. Þið vitum það allir. Já. Allt annað. Hafa Arsenal unnið til þessu röð? Þetta er ekki þessu Manchester United. Ever? Nei. Þetta er ekki það. Nei, Arsenal er ekki þetta batteri. Nei. En ég heldur að alla börur til þess að taka núna back to back og ná öðru sætinu. Þeir eru vel spilandi. Eða þú veist, þeir eru svo solid, þú veist, þeir eru með stóra, kröftuga gaura. Góður í vörn, þetta er eina sem þeir eru með. Já, góður í vörn. Og það skilar öðruldinu, mjög oft. Ógeðslega. Það er svo besta í deildinni í dag. Ég held í alvörunni að ég myndi setja Arteta yfir Hitler sem ógeðslegur. Það er náttúrulega bara ótrúlega valið. Hann er við sem að kalla við píluspjaldið, Arteta. Já, það er þetta mjög góð. En pæli í þessu, þið gerðu allir grínaðanum eftir þess að Amazon-þætti og allt þetta, ljósaperan. Horfði enginn á þessa þætti, ljósaperan og allt þetta, tónlistinn á æfingasvæðinu. Tónlistin á æfingasvæðinu var eitthvað verst. In the end, þá svínvirkaði þetta. Hann er hryðjuverkamaður. En ég meina, hvað svínvirkaði? Hann er búinn að kaupa nýtt lið eftir páið. Já. Hann virki... Nei, Pétur, vittleysingur. Vittleysingur, já. Vittleysingur. Alla fræðina frá hérna... En það var hugmyndafræði. Hættu líka með hann. Það var hugmyndafræði í kringum þetta allt saman. Við getum rætt svo lengi, en ég held að Arsenal geti náð öðru sætinu í ár. Og hvað ert þú? Þú ert Arsenal í fyrsta sæti. Hvað meina heldur þeir geti náð öðru sæti? Bara höldum áfram, það er bara mín skoðun. Þeir eru góð, ég er alveg sammála, þeir geta náð öðru. Liverpool átt þetta. Já, bara flott í þeirra en eru að fyndin. Það er bara mjög flott. Ég vona einnilega að hleyja ykkur aðeir heimaður. Það sem allir halda með Arsenal eru ógeðslega skrítnir. Ég veit okkur allir diskettir heimaður eru Arsenal. Nei, litli bróðan að sitt í maður. Þetta er á góð og fallega fjölskyldi, ég er bara að grínast. En ég sé fyrir mér þessu öll með Arsenal disco og bolla og mega sorgleg stemning og skrýtning hjarti og svo framvegis. Þetta er líka dundaði með hann að bolla. En fyrsta sæti, flott, geggjaðir. Fyrsta sæti Tottenham, fyrsta sæti Arsenal. Fyrsta sem Man U, skrítið, þú með City. Við erum svolítið að reppa okkar lið hérna. En Gaurið sem segir ekki liðið sem fyrsta. Sorry, ég verð svo, ég ætla að rétta upp hönd. Ég ætla að kóla Balti er bara búlsita og Gústur er búlsita. Við 3 genuinely höndrú. Nei, það er mín skoðun. Jú. Það þarf margt og mikið að gera til þess að þið Já, ég held að ég er ekki að segja að þið getið það ekki, en ég er að segja að það þarf mikið að gera þetta upp á toppi hjá ykkur til þess að þið Ég skal setja 500 eurur núna á Liverpool. Ég skal setja 500 eurur. Segð það í strefið. Right now. Já, setja 500 eurur. Hráar, legðu það inn. Opna Gúlber. Hráar, blessaður vertu. Þú ekki að koma svo upp með þetta? Við sáum hvernig það gekk hjá þér í fyrra. Já, það var þetta við senn. Já. En ég þetta setti á þegar við unnum deildina. Ég skal setja 500 eurur á Liverpool unnum deildina, bara hann að menn trúi. Má sjá. Getur við fengið stuðlana eða? Já, bara tjekkum á þessu. 8. Ég ætla að setja Liverpool unnum deildina, má setja England, bara ég sverða, ég hef trú á því, ég bara í alvörunni. Sigurvegari Arsenal 2,41 og einhver við skalið að
Ég sé að setja á þig fyrsta. Þegið þarna. Hver er stuðullinn á United? Stuðullinn... Er stuðull á því? Má ég sjá, stuðullinn á United 11.50. Það er hörku stuðull á Tottenham, maður. Herru, Tottenham alveg bara... Chelsea 9.50, þú sér það. Ok, samkvæmt þessu hér verið að spá City öðru, Arsenal fyrsta og Liverpool þriðja. Það gengur á inn á Epic Bet. Nei, þetta er bara... Ég alveg held að þetta sé bara mjög valid. En fyrir þá þarna úti, þá... Hvað er Tottenham? 30. Það er hörku flott stuðull. Hvað er 500 € sinnum 30? Það er einhver... Þarf þú ekki að vera með þetta betta? Ha? Þú ert að spá þeim í fyrsta, ekki? Já. 500 €, verða 3.500. Hvað verða 500? Gera veðmál, Liverpool vinnu deildina. Búm, ég er búinn að setja í gegn. Hefnaðist. Það er alveg sama. Gefið þessi töpulisinni chat í Liverpool að fara að vinna deildina og Gagbo er að fara í Tottenham og skýta á sig þar. Ef einhver frá Epic er að horfa, nefnir að loka á kassáti þannig að hann get ekki fara að kassa þetta út á eftir, þannig að hann verður að setja þetta út. Ég skal segja, við mörgum eftir þessi enda tímbil. Já, blessa þetta, ég hringi Ég ætla líka að mæla með að fólk fari hérna og hólki á Tottenham top 4. Það er læst. Þú varst að setja á þig fyrsta. Já, ég veit það. 4. top 4. Það skjóta sig í fótinn okkur. Nei, ég meina, hvað er value besta? Aron, þetta er TikTok-klippa. Hvað sér? Þetta er TikTok-klippa sem hann var að segja núna. Jú, þetta er gott bett. 4, 35 á Tottenham top 4. Við erum búin að fara allar deildir að þetta voru að... Hvað, ætlum við ekki að fara í Golden Boot og eitthvað? Jú, 100%. Mér finnst bara gaman að við erum búin að fara yfir þetta, gaman að heyra leikþáttum í sumum. Þetta er hann að vera fyndin með 8. stöðu. Ég fyrir 10 guðs, ég er ekki dóka, ég meina það bara með öllum í hjarta. Ég trúi þér ekki. Nei, ekki heldur, og ég trúi þér ekki heldur. Ég fyrir líka 10 guðs, ég er Tottenham top 2. Ég veit alveg, já, þú ert þessu sannleikan. Reyndar eftir leikinu að... Það eru einhverjum fælir hérna. Já. Ég sverða, ég veit að... Já, ég sverða líka, ég er Tottenham með top 2. Það er ekki margir menn sem eru annars. Þú varst að segja þér væri fyrst. Salti, Ég sagði ég er að velta hérna á milli fyrst og öðru. Ég var með Tottenham fyrst í öðru og svo hugsaði ég lið, like for like. Ég ætla bara að vera ógeðslega hreinskilinn. Arsenal er öðru sæti. Ég ætla að hætta, droppa öllu. Ég bara... Þú ert 13 á Tottenham top 2. Ég ætla bara að vera fyrst, í eitt skipti. Venjulega myndi ég segja 5. sæti eða eitthvað. Þeir lendi í öðru sæti. Ég ætla ekki að gera það að finna. Þeir lendi í öðru sæti. Akkur horfur svo á mig. Það er ógeðslega skrítið. Bara reyna að finna. 1.50. Ok. Compared line-up. Þetta er ógeðslega spennandi. Nú ætlum við að fara núna. Í bóði Giflan er góður, kannsnúðarnir. Við ætlum að fara í compared line-up og við ætlum að byrja á markmanni. Má ég aðeins taka? Er einhver hérna með Tottenham-leikmann inn í þessari? Nei. Já, kemur í ljós. Svarið er stutt. Svarið er stutt og það byrjar enn. Já. Það er leðilegt hvað mennur og ófæðið. Þetta er bara okkar lið sem við erum að gera þetta, ekki? Já, þetta er Big 5 og Tottenham. Já, þetta er þarna Big 6. Og þessi 5 lið og Evrópumestararnir. Við fundum ekki Aston Villa stuðningsmann til að koma hérna. Já, þá væri við náttúrulega, þá væri Bart ekki. Ég veit einn Arondaði, hann byrjar á Akureyri, hann er handbolta. Þá væri við Aston Villa. Er hann Aston Villa maður? Já, og þeir eru grjótharðir, sko. Tottenham er eitthvað svona misskilningu sem gerist þegar Harry Kane og Aston Villa voru klúða. Hvað er þetta að gera? Aston Villa? Þeir eru í top 6. Herðu, markmaður. Það er Donnarumma. Skal bara taka það. Ég er sammála. Hann gerði þess að fíbli í dag. Skal bara taka það. Hættu með, þú lifir bara á einum degi. Nei. Donnarumma er fyrst. Já, ég er með Donnarumma. Það er svo tímabilið þitt sem búið bara. Nei, ég tókst bara þessi gæða á. Einhver einn disk. Já. Þetta var besta, hún leið svo vel í fyrra. Eitt alveg diskur og það er þú bara tímabilið búið. Já. Strákar. Þetta er búið. Eitt alveg diskur. Donnarumma gæti ekki sko gripið bolta til. Hætt að haga þessu kjáni, Donnarumma má alveg. Ætlar að segja í dag? Já. Þú getur bara að tala í dag. Þetta, hann átti 1 lélegan leik, þú eru átt 150 lélegan leiki, voru settur á bekkinn. Já, veist það skamtíðaminsleysi? Má ég að gifla þér? Já, þetta er okkar. Hæ? Viltu? Já, viltu? Já, gjör svo vel. Ég er að djóka þetta, mér finnst þú frábæð, þú er mjög góð hraða. Þú setja manni sem spila klukka ekki mínútu á HM eða? Já, markmannin. Já, þriðja markmann. Hann var líka því. Hver settir Já, ræði? ég meina ef að Ítalið hefði verið, þá hefði hann verið. Já, hættu að haga þessu kjáni. Þá hefði hann spilað 90 mínútur í öllum leikjum. Öllum leikjum. Donnarumma er mjög fyrr, hvað sagði þú? Ég er með Lammans. Gústi, ég þól ekki svona að kjafta þér. Segðu þið bara fyrir fyrst. Segðu þið bara, ég síði það á þér. Rottaðinn, segðu þið alveg satt. Gústi, hættu að haga þessu fucking hálfviti. Það minna íðilega fyrir Belgíu, ég nenni ekki segja það. Getur þið tekið klippina þegar Belgía datt út Já, og skipti inn á?
Karl Greið var búinn að sitja á bekknum allan tíman, svo kemur hann inn og bara bjarga honum. Það er ekki... Ég er að fá þig ykk. Nei. Ég veit að skrýta að segja, ég er að fá þig ykk. Nei, Gústi, besta. það er eins og maður. Með ógeðslega mikla ró inn í þetta lið síðasta veitur. Ógeðslega mikla ró, akkurat séu Ísak. Þetta er bara ró og gæði sem þurft. Áfram. Ég nenni ekki að ræða þetta. Ertu fækjur? Ertu með Donnarumma? Já, ok. Hann er númer 2. Hann er númer 2. En hvað segir þú bara þig? Í markinu ég er bara með Donnarumma þar. Já, ég er með Alisson. Já. Ég er með David Raya. Ennþá? Í dag? Ég meina hann er með... Hvað ár heldur þú að sé? 2019? Hann er ennþá besti markmaður í deildinni. Donnarumma rétt á eftir á. Hann er að koma yfir á. Við sjáum þetta síðan. Alisson er besti markmaður í deildinni. Ég er með David Raya. Þú lifir bara á 2019 tímabili, þannig bara... Þú ert með þriðja markmann annars. Donnarumma og Raya horfðu svona jafn marga leiki á HM í ár. Já, Það er þetta gali tengt. Donnarumma og Raya horfðu og jafn marga leiki á HM. Og einn var í hóp og hinn ekki. Það fæði bara í búning. Já, það fekk það. Það er ekki að fljóta með. Einn daginn er búinn að vera stabilasti markvörður síðustu 3-4 ár. Já, það er óskalega þægilegt með... Hversu handling er það samt? Ég get að vinna deildina, spila í úrslitaleik meistaraldarinnar. Svo er þetta bara skaffa þér sem þriðið markmaður. Þetta er sorglegt. Hvort liðið með betri sögu Chelsea og Liverpool spyr Antoine Pantano. Hinn nýja fæðurinn. Shout out. Já, shout out. Antoine til hafingi með múið það. Bara happy for you. Liverpool með stærstu söguna í Prem. Vitið þið með mann heldur? Já, þetta er Krista Pallas maður. Krista Pallas. Respekt. Það er þetta grjóttal. Þetta er skemmtilega að fá... Er þeir ekki nær top 6 endur? Jó. Nei, ég er spáinn alltaf þegar Krista Pallas. Jú, sko, ég gerði alveg smá mistök að fá Tottenham með, sko. Já, þetta er fallegt hjá okkur strákar. Ég tek það á mig. Við erum fælir. Við erum í... Ég er líka respekt og mætið þáttinn eftir endur í 17. sæti eða hvað sem Það þetta er greinilega öllum hlifkenna inn. Evrópumeistarum. En Liverpool með stærri sögu Chelsea, en herðu, hann kom með hægri bakur. Þú komst það. Við þurftum að draga eitthvað. Hvað leftback? Hvað er við í leftback? Já, það ætti nú að hendi létt, já. Já, ég er með vinstri vængbörð. Ég er með bakvörð. Þið eru stillu 5-3-2. Nei, þú ert ekki... Erum við ekki bara allir með sama leftback? 4-3-3. Þetta er Nico Riley. Þetta er Nico Riley. Þú ert ekkert með neitt five-back. Ég er með það. 4-3-3. Já, ég er bara... Reyndur þegar nafnið að spila þetta. Ég er með Nico Riley líka. Ok, allir saman það? Er þú það líka? Já, sjálfsagt. Ekki vera að tala með fullan munn. Finnst þér ekki að vera bara haldið? Já, bara flott. Já, ok. Hann er langt. Við erum í 4-3-3, það verður bara breytið það. Já, það er bara leiðilegt að við breytum stöðu. Er ekki sammála það? Jú. Og við erum allir saman Nico Riley, hann er bara langt bestu bakurur í heimi. Hægri bakurur, ég get byrjað, ég segi Reece James. Ég líka. Ég er með Soboslai. Í hægri bak? Já, eru þið núna bara eitthvað svona ángrín? Nei, eru þið bara að pyrra hérna núna? Fáfræðin þín kemur alveg aftur og óvart. Hvernig eru þið ekki með Pedro Porro? Erstu eitthvað að bila? Nei, mér finnst það. Hann er ekki frábær. Já, allt í góðu. Hann er betur í Sims. Jú, hann er betur í Sims. Ég er alltaf með Porro hann. Mér finnst það alveg að það fer fólktur. Ég er með Reece James sem close second er Jörgen Timber. Mér finnst líka svo gott að vera með leikmann. Timber, já, það er einfætti hægri bakurinn hjá hann. Hann er hafsend. Við erum ekki... Hvaða bíómynd eru þið með hann í hægri bakurinn? Ok, þannig að við erum að setja þetta upp. Hann er Porro í hægri bakurinn og Riley og Donnarumma í markinu, ekki? Já, mér finnst gott. Jú, í liðinu bara okkar. Nei, Reece James. Í okkar erum við með Reece James. Mér finnst gott að vera með leikmann. Ég respekta það. Gústi, hættar hún að fyndin. Hættar hún að fyndin. Að vera með leikmenn sem getur spilað 38 leiki í Premier League. Bara alla veturinn. Já, ég veit. Hver er það? Þú voru Soboslai, ekki. Þú voru ógstlega hugmyndaríkur, maður sér alveg hvernig hún skýtur út með svona góðan úrlega og svona og hugmyndaríkur strákur. Hann er ekki fyndið. Segðu hægri bakurð. Gústi. Ok, ger þá til leðilega. Ok, Reece James. Ok, respekt. Porro er hann. Porro er fair shot og Timber, við erum ekki hafsendur. Ég er með Reece James. Hann meinir það Porro fair shot. Hvað fíblakongi er? Hann er þarna, sko. Hann er ekki betur í Sims. Hann er ekki betur í Sims. Hann er ekki topp. Ég er ekki sem sé lélur, alls ekki. Jú, ég held að sé næst besti hægri bakurinn. Skulum ekki dvala við þetta lengi. Nei. Herru, við ætlum að taka núna hægri centerback. Hægri centerback. Strákar. Ég hef ekki veit á svona, sko. Ég ætlaði bara í parið, sko. Já, tökum bara parið. Saliba og Gay á mér. Ok.
Þið eru allir með Gabriel og Saliba. Þetta er besta Hansen bara í sögu ennsku úrvalsdeildar. Nei, sorry. Barlega. Róum okkur. Ekki fara í sögu. Eru besta varnarpar í dag? Já. Hvern ert þú með? Ég er að sjálfsögum með Van Dijk og Gabriel. Ég er með Gabriel og Saliba. Hvað er maður að gera? Já, og þú ert með hvern? Það veit ég ekki. Ég er með Gay og Saliba. Þetta er ógeðslega. Ég veit ekki, það er á TikTok líka. Ég var eiginlega búið að myndir að tróða Vandi Vendandi. Ég var að hugsa það sko. Já, þetta er gott. En hann bara er ekki nógu... Þú var að leika með penningarna minna. Ég er með... Hvað er það? Þetta er eitthvað rugl. Erum við bara í bónus, eða? Ég er með Gabriel. Nei, alls ekki. Hvern ertu með? Gabriel og... Ég er með Gabriel og ég er í álfurunni. Skilur, þegar að því að mér veist, ég væri með Saliba. En ég væri með Saliba. Ég væri með Saliba ef hann væri heill. Þú sér það, þú þorri ekki eins og segja það. Ég væri með Saliba. Þú ert svo ósannfærandi í ruslið. Hvað er Alessandro? Hvað er að gera þetta? Þú ert svo ósannfærandi í ruslið. Hvort þetta er Alessandro og það er Maguire. Þeir eru bara hörmulir. Harry Maguire. Harry Maguire heill er alltaf í þessu liði. Hvað er að gera þetta? Herri, þú mátt segja Vandi Venn núna. Bara, þú veist, ertu ekki að grínast? Gústi komið það og ætlaði að vera með eitthvað svaka uppistand. Ertu að kaupa klippu núna? Nei. Hann er þetta vinur Gilsans. Gústi? Nei, Maguire. Ég er ekki vinur hans. Ég ætla að vera að segja, Gústi er ekki vinur Gilsans. Já, þetta er astnalegt teik. Þú erum klakka ljósið það, ég held að það sé væp sko. Skotta fyrir ykkur. En hérna, já, Háraðan er búin með þetta, þannig við erum með bara Saliba og Gay hérna, Já, hann ekki með væpi sko. Og er þetta ekki hann? Erum við ekki með Saliba og Gay hérna? Já. Erum við ekki að samla það? Þetta er Porro, Saliba, Gay, O'Reilly. Hættu með hennan áróður. Strákar, samt getur alveg verið hinskilin. Van Dijk er ennþá betur en, þú veist, allir þessi gaurar. Nei, ég veit ekki það. Hann er ennþá betur en allir þessi gaurar, sko. Jú. Þetta er fýtt punktur í Arnum, ég skal gefa Van Dijk ef ég fæ Porro. Já, ég myndi alveg gefa þenn. Akkur tala menn svona Van Dijk? Gústi komin í giflana. Hver sé þetta? Þjálfari F.A. hann að Sigursteinn Steinnall. Nei, þetta er Dagrandi Heimisson. Já. Sjáttu þetta þann Chelsea meistara. Hann er Chelsea maður. Hann er línur Chelsea maður. Er hérna... Línur. Narfi, þetta er hann sem horfa á þetta, hann er ekki svona þjálfarans. Já, það er ekki gott ef að þjálfarans sé því mönns á giflum og sé Harry Maguire. Er hann þjálfari? Stein er ekki lengur að... Já, ég var að segja það. Ok, sorry. Ég er þetta alveg hyrglinu, Aron Pálma. Já, ég var líka. Ég held að hann sé ekki að horfa, sko. Hann er ekki að horfa, ég get sannfært yfir það. Og það er endilega að koma í tjatti ef þú ert að horfa. Aron Pálma í tjatti núna. Aron Pálma, ef þú ert í tjattinu, skrifaði bara Pálmarsson. En ok. Já, höldum áfram. Erum við ekki með bara allir með, þú veist, 6, 8 og 10 eða? Taka bara CDM-in, þú veist, djúpi með maður. Ræs. Aron, Einabaldinum eftir í tjatti. Oj. Mun Gíó Keri skora aftur meir en Ísak og auki tekið til samans? Ný. Það verður engin meiðslahætta núna, Einarbaldin. Einar er bæðið og aukast Arsenal-maður sem ég... Þetta er samt bara, þetta er februar. Á eftir það. Sko, hann er sko, mér líka það verður engin meiðslahætta, en ég ekki tíkja eitthvað tilbaka. Nei, þetta er mjög fer hjá honum. Já, reynda góð. Ekki tíkja middur. Jokkeris. Haltu kjaftu, Jokkeris getur ekki drasslaraskar. Hann er betur en báður strækirarnir ykkar. Hann getur ekki drasslaraskar, víst. Já, við förum á mér. PTM, byrjum þetta bara og... Við erum allir með sama. Það nennir enginn að horfa á svona grín. Getur við reynt að hafa þetta fæl? Já, gerum það. Við erum allir með sama. Ok, þú ert Ræs. Já, við erum allir með Ræs. Þú með Ræs? Kæsett og er í umræðinni. Ég með Ræs. Nei. Ok. Kæsett og kemur ekki náttúrulega. Ég er með Ræs saman líka. Já. Já, ég með Ræs. Ég vil meira creativity í liðið mitt, þannig ég ætla að taka Gravenberg. Ok, erum við ekki samt að... Ég spil ekki við CTM. Ég er ekki veist að Gravenberg fari í top 3. Ég vil meira creativity. Ég var að hugsa Tonali, en ég ætla að setja Ræs saman. Ok, flott. Við segjum Ræs. Það er bara fyrst. Pálmarsson er í chattinu. Þú meistari sem fór bara... Það var eitt bara að skrifa bara P.A. Þú veist, þetta er erfitt orð líka. Bekkurinn á þriðjudaginn. Ert þú? Eftir þetta? Ertu leikur á þriðjudaginn? Leikur á Aftureldingu þriðjudaginn. Það Það er svonandi það. Ég mæti bara að hafa gaman. Já, ok. Hvað æfingarleikur? Hafnarfjörður mótið. Já, er það ekki 8? Er það ekki umræðið leiðilega þátt? Jú, leiðilega þáttur. Er það ekki 8? 8? Eða þú veist bara hægri miður maður bara? Ég er með Sóbóta. Já. Mér finnst hann ekkert eðlilega. Miðmennin mínu eru bara Rodri og Ræs. Ok.
Já, ég fannst þeim eitt spes og þetta ekki Rodri. Rodri farinn, sko. Ok, Rodri farinn en ég... Myndirðu vilja setja einhvern annan? En ég ekki farinn. Ok, Rodri farinn. Ég ekki farinn eins og ég. Ef það væri tekið upp eftir einhverja daga. Það er einhver dag eitthvað. Hann farinn, nei. Skal ég breyta þessu? Jó, ég að fá svona... Ég held í vonuna. Ég með... Það er annars getið í getur í saman líka. Ég sætti respekt þetta. Hann er að fá sér í vöruna. En hérna... Ég er ekki að fara að ljúa. Ákveð þetta að ljúa fólk hérna. Sjá, hreyfinguna. Heyrðu. Hætti að fikta í þessum lampa. Ok, sko. Það var að fikta í lampa. Þetta laga líka. Hann er með lampan. Ég sjá það í lýsingunum að Skulari, þetta kann þetta, hann er góður í tekninni. Herri, sóbóðslæði og... Ég er með... Hvað er þetta að segja? Það var ekkert feimnis mál. Nefnum að leiðir þetta? Nei, ég var ekki að stíla. Kampinn, sjáu stillinguna. Herðu, þetta er sóbóðslæði. Ég er náttúrulega með Bruno, skilur þú? Bruno, ok, ég er með Bruno líka. Ég er með Matthías Fernandes. Ok, Í áttunni. Hættum að hlæða. Ég er með Bruno Gimares. Ég er með Matthías Fernandes. Ekki svona stund Bruno Gimares. Herru, ég get bara fengið einu svona lélegt teik í einu, sko. Þið get ekkert að bara stapla ofan okkur. Maron Kárásson. Hver er Maron Kárásson? Lestu næsta. Gunni, þú ert... Gústi. Gústi. Þú ert sennilega utan hóps eftir allt þetta gift. Þú maður bara fara á hnýjan og byggja að hafa þig hóp. Já, þetta er Pálmarsson að skrifa. Þetta er bara einhver andur. Þetta er þeir sem var hraunið streið með hann. Já, er þetta hann? Hann er þetta ekki. Við verðum að vera með svona gæi. Já, en ekki við. Þetta er held ég, hann horfði aldrei á alla þætti, sko. Ég alltaf sé það. Já, ok, gott. Hann er ekki svona drullið menn sem eru súpið sér það. Það er bara respekt. Já. Pálmarsson er að horfa. En við skulum ekki vera sviflátum. Nei, þetta er Matthías Fernandes hann hjá mér. Ég er bara... Hættu. Free speech. Hættu. Það ætti náttúrulega ekki að vera fyrir mér eins og því. Já, ég er með Bruno Gimares. Nei, þú ert það ekki. Þú ert það ekki. Mér finnst það sama. Engin aðtekli. Engin aðtekli. En mér að Matthías. Hætturinn eru fyndið. Þú ert allavega búin að vera smáfælugur í dag, sko. Ég er veit ekki hvað vitt, sko, þegar ég er með, hérna, ég var í 4.2, sko. Ég er bara með Bruno og Rice. En þú veist, ef að vantar... Gaman maður, við erum allir með 4-3-3. Það er bara að finna, þegið þú. Þetta er sóbóðslæði Rice og... Ágúst, þú ert ekki búinn að vera faglegur í kvöld. Nei, mér finnst þú að vera búinn að pullinu. Lammen sér í liðina, strákar. Ok, við erum bara sammála, sóbóðslæði Bruno Rice, þetta þurfum ekki að vera. Já, það er allir með Bruno í tíðinni. Ég er með, hérna... Bruno Fernandes. Sko, erum við að tala um besti leikmaður í dag næsta tímabil? Hvað, núna? Hvað erum við að ranka? Þú veist, bara... bestur í dag? Sem við myndum bara vilja í liði núna fyrir næstu deild. Augljóslega bara... Já, ég er með Morgan Róðstad. Nei. Á vinstri kanti? Nei, í tínu. En ég skil alveg Bruno seti. Ég svona... Ég er með Bruno hérna Fernandes. Ég held að betri í dag, en ég held að Róðstad gæti verið betri. Ég er með sóbóðslæði. Já, bara aftur. Varst ekki meina hægri baka á hana? Jú, þið tóka að mér. Ég ætti að mér hægri. Já, Mér finnst við vera... Við erum konur aðeins í svona smá dæmi. Ok, við erum að klára hérna. Þú ert að klára sísta miðjumanna þinn. Og þú ert meina Róðstad sem betur Bruno. Nei, ég væri frekar til að hafa Róðstad liðið með þetta Bruno. Ok. Fers, hvað finnst þér það að hún finnst Rodgers betur en Bruno Fernandes? Nei, mér langar frekar að hafa hann í liðinu mínu fyrir næst tímabil. Ok, finnst það meira spennandi? Ef við erum að stilla upp í leik á eftir, þá myndi ég vilja hafa Bruno. Ég held að Rodgers verði betri á næst tímabil. Ok. Ágætis fagmaður, sko, en... Ég er að reyna. Ég er Bruno Fernandes. Já, Bruno. Ég væri alveg til í að leggja mitt shot niður. En þetta er eini United-leikmann í minni. Við erum allir frekar sammála það að besta væri Bruno, Szoboszlai og Rice. Bara við leggjum allt það. Bruno og Rice. Ekki reyna að vera að finna. Bara eitt Bruno í særi. Já, eitt Bruno. Bruno. Ertu þú að segja mér að Bruno Gimares er betur en Szoboszlai? Horfðu á. Ég heyrði aðsinn á stöðum fyrir að syngja þetta Bruno. Hann er ekki. Er þú þá bara með Barcola í... Já, alveg. Nei, alls ekki. Já, Rodri er frábær leikmaður. Nei, alls ekki. Ég hef ekki séð Barcola nóg mikið. Hann er bara svúi. Jú. Nei. Hættu að reyna að vera pirrandi. Ég heyrði þess að Arsenal stöðum fyrir að syngja þetta
Allan tíman hann. Bruno. Ok, býtu. Þú bara sagði líka Af hverju? Afsökunina lægi. Já. Þeir eru lélegstu stuðningsmenn í heimi, þeir eru að reyna að vera Liverpool og þeir eru það ekki og það við erum fokkin langbesta fokkin Júli Nevalka lón. Sorry, þeir eru með skelvilega stuðningsmenn. Já, líka bara. Nei, ég var að syngja. Frekar svona ljótt fólk. Þetta er allt ljótasta fólk sögur. Þetta er allt svona frekar, maður er alltaf svona... Mér finnst það verst fyrir utan völlinni sem við tölum hjá þessum viðbjóður. Það er Hvað TV þarna? Er ég eini? Það er verstu típuna. Ég ætla ekki að nefna nöfn, ég geti talið 10 gauðra sem ég hata á Íslandi sem halda með Arsenal. Þú beigir þeim. Úr deinam, þú ert ekki svona efstur. Ég meitni þetta upp í heiðanum. Ég ætla ekki að segja það. Jakob Gunnar. Hann hljóðst topp 5. Sigurjón Nói. Sigurjón Nói, hann er Sigurjón Bragi. Sigurjón Bragi. Já, þetta er skemmtilega, það er live. Nei, ég er ekki. Sjátt á Sigurjón Bragi. Getur ekki klippið út? Já, ég er ekki klippið með út. Fuck, þetta er ekki gott. Sigurjón Bragi nr. 2. Já, af hverju er spurs með þessu streymi? Nákvæmlega. Ég sammála. Einar Baldvin. Einar Baldvin, markmaður. Einar Baldvin, ég bara tek undir þú, frábær. Einar Baldvin, hún er örugglega fín manneskja. Einar Baldvin vildi ljúga mér í fyrra eftir Arsenal vann að við hefum gert eitthvað handshake að hann fengi 1 úrskall á hvert stig sem Arsenal var fyrir ofan. Já, er þetta Arsenal maður? Já, lauga því. Allir strákandi með honum í lið náttúrulega. En herru, akkur segir Bruno ekki meira sem betur Szoboszlai? Segðu mér það. Akkur þetta reyna að vera svo fyndið. Hann var að koma í Arsenal, akkur þetta reyna. Svaraði það. Hætti að gera svipi, svaraði það. Það er bara sýndi það bara ekki honum. Ok, hann er að fyndin. Vinstri kantmaður. Þetta er skrítin gaur maður. Hann var að segja Lammens í markinu. Vinstri kantmaður, ekki tekið. Greið. Nei. Þeir eru hæglegir hana. Markaðurinn er ekki nógu feskur. Sko, minn leikmaður, já, hann spilar á hægri kantinu, menn ég vil setja hann á vinstri kant. Ég set Semenyo. Já, ég er með Semenyo á andra. Ok, fair. Ég held að hann sé eina rétt. Já, ok. Semenyo. Ok. Ég skilur svona í álfurinni. Svona í álfurinni. Ég veit alltaf þú verður það. Mér finnst ekki, ég er alveg til í að ræða þetta með Semenyo og Cunha. En finnst ykkur Semenyo vera mikið betri leikmaður en Cunha? Mér finnst Semenyo einn mest óriðill leikmaður, en hann er alltaf að skora og assista. Já, en skilur, Hann er ekki mikið betri en meikar það ekki sens. Ég veit, það meikar ekki sens. Ég veit það, það meikar ekki sens, en mér finnst hann... En svona ágríns, er Cunha, er Semenyo betur en Cunha? Já, hann er betri, hann er ekki mikið betri. Mér finnst, ég er bara ekki saman. Já, þú veikur mannjúmaður, þú veist, Þú veit það. Já, skilur, ég veit að þú ert svona lúmst saman á mér, sko. Nei, þú heldur mannjú, það er ógsta flott, þú dýrkar þína gaur og það er bara Hann var ekki líkið að nefn, sko, hann er off í 8 mánuði, sko. Já, ok, erum við að taka þar, ok, þá myndi ég stöða Rodgers á vinstri kant. Ef ég hitt að gera það. Það er fínt sjátt líka. Já, ég myndi setja Rodgers á vinstri kant. Ef ég má ekki stekja tekið. Gústi og Teddir, Bruno og Ödegaard ræðið, það þarf ekki að ræða þetta. Nei, Bruno er betri. Já, Jakob Gunnar, þú kemst í topp 5. Miklu betri að það Þetta Jakob Gunnar er bara hann að reitspeta. Þess vegna ekki eða mörgum orðum í það. Ödegaard rusl. Nei, sástu, hann var að leika, lék sér að Donnarumma. Í dag. Hættu. Sama í dag. Já, þetta Skamtíma myndist þið segja þetta. Nei. Ég ætla að setja... Hættir að aðeingarleikin í dag. Ok, Jesus maður. Hægri kantmaður. Hægri kantmaður. Tökum bara röðuna. Það er Serki. Serki. Ég er með Estevo. Nei, ég er með Serki líka. Kútus. Þetta var ágætt að brandar, ég hló eina. Er ykkur, Semenyo. Er ykkur alvala? Hvernig með hinum minn? Já, ekki tegin. Er ykkur í alvörunni? Mér finnst Semenyo viska betur á hæg. Ég er með Kútus. Strákar, er ykkur alvara? Ok, Teddi, hvað er þú? Hvað er þú? Þú ert Saka. Ok, hann kemst ekki Arsenal. Næsta, höldu bara fram. Er það ekki með Nonna? Nei. Nonni er betur en Saka. Ég er á bakinu, en samt ekki með hann lið. Saka er búinn að vera stabilasti. Ok, og hvað erum við að tala um framherjan, erum við að tala um hann inform? Nei, það skiptir bara engu máli Erling Haaland. Já, það skiptir bara engu máli hvaða kriteríu að setja, þetta er Erling Haaland. Mér finnst ótrúlega leðilegt samt að við fórum ekki í 4-4-2. Já, hvað, það er að tróða Benjamin Sesko þarna fram með það? Að sjálfsögðu. Sjálfsögðu myndi vera með 2 sendera. Hann er langfæstrækjari. Gúr. Ég segi bara gúr. En já, nei, tekið er betri Sesko, en hann er bara ekki heill. Ég er með það eitthvað sem er heill. Ég get ekki sett tekið inn á. Gúr. Benjamin Sesko er ekki top 5 strækjari í deildinni. Gústa Brobby er betur en Sesko. Ég er ekkert svona fyndinn, sko. Í hvað leir hann hættur? Sönderland. En já, Gústa. Ég ætla þetta grúpi. Alveg er að hlæja. Það er bara potential. Það sem er sann svo leiðilegt er að allir sem eru að horfa, þau halda vísum allir að bulla út að þú ert að bulla. Nei. Það er eina sem er leiðilegt. Er þetta galið? Ég sé eftir að hafa bóðið bara. Junior Grúpi í Bournemouth, Efnileg, Frakkin.
Já, hann er top 6. Já, hann er alltaf top 6. Herru, jæja, þetta Er hann... Jæja, þetta Ég held að hann fattaði ekki það sem hann var að spila. Getur ekki slögt á mæknum hjá hann? Jú. Það væri geðveikt, sko. Við áttum bara að gera úr okkar liðum, sko. Þú Nefnum mátt við ekki reyna að koma einhverjum öðrum inn. Ertu að segja að Bournemouth sé top 6 eða? Já, nei, jú, kannski fyrir Chelsea. Herru, ok. Jú, ok, þá hérna er ég til þess að allavega inform Haaland. Haaland er bestur í heimi. Já, bara... Við erum þá Það með... er langt í næsta sæti. Við erum þá með Donnarumma. Já. Við erum með Nico Reilly. Við erum með Serki, Semenyo, Haaland. Ég er með... Og við erum mögulega með Rodri allir. Davíð Það takk þetta upp. Þetta er í dag. Við erum með... Hætt þú að tala út af því þú ert ekki að tala fyrir hópin, þú ert að tala fyrir þig og þína ógíslu Arsenal-menn sem er að horfa og þú ert að reyna að vera kóngurinn í Arsenal-hópnum. Þú ert að reyna að vera kóngurinn í Arsenal-hópnum, það er engin... Það var einhver annar með Saka hérna. Það er ógist að skrifa. Nei, við erum með Kútur. En þannig sem er Arteta er ekki sem er Saka. Arteta er ekki sem er Saka. Arteta er ekki sem er Saka. En, strákar. Já. Hver eru besti leikmaður næsta deildinni? Besti leikmaður deildarinnar. Á næsta tímabili. Já, ég ætla að segja Matthías Fernandes. Þegiðu með. Það er bara einn maður sem kynnti greina annars. Hver? Erling. Ok. Þú segir Haaland líka. Ísak er búinn að fæla. Close second, Elliot Anderson. Ríks Metla er búinn að fæla. Close second. Ég verður bara að vera þeirli. Og þegar mér finnst besti leikmaður ef hann er að skora 30 pluss hverju tímabili, sko. Mér finnst það bara... Ég held að veri... Þú veist kannski ekki besti í fótbolta. Átti ekki sitt besta tímabili fyrra en ég held að veri Jókersson. Nei. Þetta er samt fínt punktur. Valinn bestur. Mér finnst svo leiðilegt að menn eru að þessu. Ég alvegni. Mér finnst þú geta betur. En af hverju ég er samt alveg pínu sammála með þetta, sko. Mér finnst strákar, við erum bara að láta okkur lítið út fyrir við vitum ekki þetta fótbolta. Nei, þú veist. Í alvegni, mér finnst þú vera bara, ég er Er hann ekki með, hvað er hann með mörg NPG mörg? Strákar, þetta er bara sorglegt, sko. Þú getur betur en þetta. Ég held að Declan Rice verði bestur. Ok, það er flott. Ég skal freka að taka því. Þótt að mér finnst hann ekki gera neitt annað en að svona hlaupa og vera bara solid. Hann vill ekki tapa boltanum og allir elska það. Flott hjá hann. Geggjaður strákur. Tekur frábæra hotspindur. Já, frábæra hotspindur. Danny Welbeck. Drullu solid. Plus 5 mörg. Hver heldur þú verið bestur? Veit ekki. Ég held að þetta er Manchester United eða bara yfir höfuð. Nei, ég held að sjá betur slíti krossbandi. Nei, bara yfir höfuð. Ekki tala svona, þetta er í intensin okkar fyrir tímabili, sko, ekki vera að tala svona inn í Ég held að Erling Braut Haaland er besti leikmaður. Já, ok. Já, ok. Það er mjög fyrir, sko. Við erum að segja allt sikiliði bara. Það er enginn að setja það Í besta leikmaður með við framistöðum. Þið eru með einstaklega leikmenn. Hlustið á hennan veika. Nei, alveg, ég var ekki búinn að, nei, ég er bara, mér finnst bara leiðilegt eins og með Gio, skilur, þú veist, þú veist alveg að þetta er ekki góð leikmaður og þú ert að láta okkur líta illa út og þú varst að grínast, ok, þá er ég... Allir heilir, þeir eru samt að starta Kai Havertz. Já, skoraði þetta. Já, sko, það er sem ég segja, hann er miklu betri en Jókeris. Hvernig ert þú með? Ég var ekki búinn að svona gaumgæfilega hugsa út í það, en í stuttu máli þá held ég að, Szoboszlai verið besti leikmaður deildarinnar. Þú ert að láta okkur lítið illa út núna, sko. Akkur. Aron, veistu hvað þetta er heimst, já? Nei, alls ekki. Bara í þessum tölu orðum. En annarkoð Szoboszlai Haaland. Þessi tölum er ekki að vera í sama sumsetningunni, sko. Þetta er alltaf alveg... Saman á því. Býtu, akkur tala eins og Szoboszlai sé ekki bara, hann er bara besti miðjumaður í heimi. Ok, en samt, ég ætla að koma með eitt input og Teddy ætlaði líka að vera með mig, við vorum við náttúrulega að hugsa þetta. Þú veist... Tjúl geta bara reyfist um það. Já, en þú veist, ef við förum í... ég var að fara að segja liði hjá United bara. Mér fannst ég vera hjá United. Og þú veist, þeir eru með Lammers í markinu. Er hann topp 12 markmaður í deildinni? Nei. Já. Þetta? Já, hann er topp 12. Ég myndi segja að hann kemst í svona... 11. 8. 9. Luke Shaw, topp 12. Nei. Ekki gleyma því að við erum með Patrik Dorgu hana í vinstri. Ok, er hann topp 12 líka? Sjálfsögðu hann topp 12. Þetta er það góða punktur, þetta er ekkert góð leikmenn, sko. Ég er að fara aðeins yfir þetta. Hann er einn af þeim sem að skeindi Arsenal Emirates, mörðu því. Harry Maguire. Og hvor... Er hann topp 10 hafsend? Alls ekki, sko. Og sjálfsögðu hann topp 10 hafsend. Hver? Við erum svona að styttast í annan endan hérna. Leicester var ekki með besta lið á pappir. Við erum
Bara með gott. Það ber eitthvað saman við Lester. Nei. Við getum rifist um, mér finnst það frábær punktur. En við getum rætt um fótbolta. Já, við líðum bara ekki vel út. Við þurfum að fara að kúpla þessu. Já, sko, ég hef búin að lofa ykkur að myndum vera til 9. Já, passar. Og það ég reyna að stefna á að hafa þáttinn í svona klukkutíma skilur. En það er gaman að rífast um fótbolta, erum við ekki samanlega því? Samanlega því. Ég er að sjá þetta mest á óvart. Ég vil kasta Esteban inn í þetta. Ég ætla að Ok, vera tímabili. ég ætla að koma Ísak inn þar, hann mun koma á óvart. Já, koma á óvart. Strákar, ég með höfund, tökum 3-2-1, benda á þann sem að þeir fannst vera að mesta ok, benda Balta á þetta, hann var bara fíblast í kvöld, það var Nei, ég var náttúrulega bara fallur. Alls ekki, og ég mun ekki bjóða Tottenham mann aftur, ég elska þig en þú kemur ekki aftur í Við 5 eða? Teddy, hver settir þú City, Gestur? Ég var búin að glemma þig. Ok, 3, 2, 1. Við erum 3 sem benda á Gústa. Það eru 2 hérna vængjarnir sem benda á mig. Nei, þú ert alveg close. Ég hafa verið mest fallur þá. Ég ætla að benda á þig, ég sé eftir ég hafa ekki bendað. Mér fannst Gústi vera faglegur til þess að byrja með og hann misti sitt aldrei í stemningunni. Já, þegar Lammens kom í markmanninn. Mér fannst einhvern veginn að Harry Maguire inn í hafsendin, mér fannst það missa sitt aldrei í... Já, og Lammens í mark. Þegar menn eru konur í FH þá vita menn að þeir fara að vera svolítið skrýtnir á því, það ekki? Það er svolítið svolítið, maður er ekki skrýtna menn fara úr FH í aðeins, Skrýta menn fara frá þetta? Hvað er í gangi? Óttalega tekið. Já, ég er að tína til. Við erum bara til í hafbótt-tjálni. Ég veit það. Herðu! Takk og bless. Takk fyrir að horfa í kvöld, sjáumst næsta sunnudag. Ég verð með 2 sem ætla að segja áfram Ísland, 2 sem ætla að segja nei, 2 sem segja nei við ESB, 2 sem segja já, sem eru að mæta í rifrillistátt fyrir unga fólki. Það er þetta gott content. Takk fyrir það. Birgir Sultania. Nei. Og Emil Katri, þeir verða fyrir nei-hliðina. En hver er hjá hliðinni? Það kemur í ljós. Það kemur í ljós. Takk fyrir að komast það. Takk fyrir mig. Hvernig fannst þér? Þetta var frábært, það var gaman. Leðilegt og sem eru ekki vallegir það. Herra, ok, takk fyrir að horfa í kvöld, bara allir sem að tune in, sjáumst næsta sunnudag. You know I love you guys. Þetta var skrítið. Þetta var mjög skrítið. Þú ert ógeðslegur. Ég var klára þetta fyrir mig slag. Já, klára þetta off, 1, 2 og... Ertu ekki búin að